Jæja, þá klukkan orðin 5 og ég býð ykkur góðan dag öllsömul, þið sem eru hér í sal og þið sem eru í netheimum. Ágætt að byrja á tækninni, heyriði þokkalega í mér. Þumall uppi, það er mjög gott. Verið velkomin á þennan upplýsingafund stöðu mála varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir í miðbæ Kópavogs, í Fannborg og við Vallatröð. Þessar framkvæmdir eins og þið vitið svo sem hluti af framtíðarþróun miðbæjar Kópavogs. Enn þó nokkur vinna eftir þar til framkvæmdir hefjast. Ég heiti Stefán Gunnar Thors og verð fundarstjórinn ykkar í dag og mitt hlutverk að tryggja að það flæði hér upplýsingar, þið komið sem flestum spurningum að og að við náum að klára á svona skynsamlegum tíma. Nú, tilgangur þessa fundar að upplýsa stöðu máls á miðbæjarreitnum eins og bara gögnin eru í dag. Það eru þá til dæmis upplýsingar framkvæmdaáfanga, hvers konar rask verður á framkvæmdatíma, hvernig verður aðgengismálum háttað. Nú, það verður eflaust einnig fjallað eitthvað tímalengd framkvæmda og þær upplýsingar sem munu halda áfram að berast þessa framkvæmdir, því að við erum í rauninni í miðju kafi. Nú, til þess að upplýsa okkur stöðuna á verkefninu eins og staðan í dag, verða flutt 4 erindi. Það Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri, sem ætlar að fjalla stöðu mála og sín uppbyggingar í miðbæ Kópavogs. Síðan kemur Auður Dagný Kristinsdóttir, skipulagsfulltrúi Kópavogsbæjar og fjallar miðbæinn í stærra samhengi. Þá komið að Ásthildi Helgadóttur, sviðsstjóra, og hún mun fjalla fyrirhugaðar framkvæmdir í Fannborg og við Vallatröð. Og loks kemur svo Elvar Ingi Jóhannesson, sem hjá verkfræðistofunni Örugg, sem mun fjalla aðgengisáætlun á framkvæmdatíma. Við opnum svo á spurningar og ábendingar þegar búið að flytja öll erindi. Og ég geri bara ráð fyrir því, með hvað líka mörg hér, að það séu ansi margar spurningar sem þið hafið og viljið koma á framfæri og vonandi fáum við svör við flestum þeirra. En til þess að spara tíma, þá koma hér bara fyrirlesararnir upp hver á fætur öðrum, án frekari kynningar og ég vona að þið séu sátt við þessa nálgun. Og þá býð ég bæjarstjóra velkomin til að flytja sitt erindi. Gjörðu svo vel, Ásdís. Já, komið þið sæl og mikið gaman að sjá ykkur öll hér í dag í sumarblíðunni og velkomin á þennan upplýsingafund okkar. Miðbær í mótun, ég ætla að fara svona stuttlega yfir nokkrar glærur, þar sem ég svolítið að horfa á þessa sýn okkar snýr að miðbænum, en áður en lengri haldið, það langar mér samt sem áður að tala aðeins uppbygginguna sem var til umfjöllunar í blaðinu Tímanum hér árið 1972. En það var einmitt verið að fjalla þessa sýn Kópavogs snýr að uppbyggingu miðbæjar og sagt í þessari blaðagrein að yrði miðdepill stór Reykjavíkursvæðisins. Miðbær Kópavogs á sér svo sannarlega merkilega sögu og á þessum tíma voru stórhuga hugmyndir að baki hvers konar miðbæ við sáum fyrir okkur. Vissulega voru skiptar skoðanir á uppbyggingunni eins og svo oft í öllum skipulagsmálum. En það þótti hins vegar nýstárlegt hvernig var hugað af mörgum þáttum samhliða, bæði snýr að þjónustu, snýr að mannlífi, samgöngum, aðgengi og auðvitað líka það að við vorum að fara að byggja yfir gjána. Og eins og við öll þekkjum hér, að þá var það auðvitað þessi gjá sem var að skera bæinn í tvennt. Og þarna var hugað því mikilvæg hlutverki sem miðbær getur haft fyrir bæ eins og Kópavog,
en á þessum tíma var engin eiginlegur miðbær. Og markmiðið var auðvitað að miðbærinn yrði líflegur og þjónaði vel ólíkum hlutverkum. En svæðið í kringum Hamraborgina hefur svo sannarlega gegnt mikilvægu hlutverki í áratugi. Það hefur tekið auðvitað breytingum, samfélagið breytist, kröfur okkar breytast og þá er auðvitað mjög eðlilegt að samfélagið breytist í takt við það. Sumt hefur svo sannarlega staðist tímans tönn, en kannski annað ekki. En við miðbæinn hefur samt sem áður byggst upp mikilvægt mannlíf og menning sem við Kópavogsbúar erum svo sannarlega stolt af. Og það eru ekki allir miðbæir sem geta státað sig af því að vera með fallegt, opið svæði, mikla menningarstarfsemi í nánd við þéttan miðbæ. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að við eigum svo sannarlega að hlúa að og byggja á. Staðan er engu að síður þannig að á meðan Kópavogsbær hefur auðvitað verið í stöðugum vexti á síðustu áratugi, að þá hefur ákveðið svæði sem ræðir setið svolítið eftir. Hluti af þessu svæði standast einfaldlega ekki kröfur nútímans nærandi og mannvænt umhverfi. Önnur hafa þó ekki fengið þá umhyggju sem þau þurfa. Og við þurfum auðvitað að skoða það hvernig við getum endurheimt þetta mikilvæga hlutverk og við getum öll verið stolt af miðbæ okkar. Uppbygging í miðbæ okkar er hins vegar hluti af stærra ferli og stærri mynd. Kópavogsbær er að taka breytingum og við viljum auðvitað sjá miðbæinn okkar breytast með. Og sú uppbygging sem er framundan á svæðinu er stórt skref í lengra ferli. Og hér hef ég tekið hring utanum, ég vonandi sjáu þetta hérna á myndinni, en ég hef tekið hring utanum þau 9 hverfi sem eru að rísa allt umkring. Og sum, eru að ganga í endurnýjun lífdaga. En á sama tíma þurfum við að huga að þessi dásamlega menningamiðja sem við eigum tengist vel miðbæ okkar. Og við þurfum að huga því að hér á þessu svæði verði blómlegt mannlíf, búsetu gæði, samgöngur, þjónusta og auðvitað líka aðgengi. Hér á að vera gott að búa og það á að vera gaman að heimsækja miðbæinn okkar. Og við þurfum auðvitað að endurskoða og uppfæra þá sýn sem lagt var upp með fyrir rúmlega hálfri öld síðan. En mig langar aðeins með þessari yfirferð að undirstrika það að í mínum huga er þetta verkefni hluti af mjög mikilvægu skrefi í að skapa hér góða heild sem við, Kópavogsbúar, getum verið stolt af. Hér er dregin upp skýr framtíðarsýn af blómlegum og eftirsóknarverðum miðbæ í Kópavogi. Hér munu nýjar íbúðir rísa, nýjar verslanir og þjónusta á næstu árum. Og svæðið mun fyllast af lífi. En þetta er auðvitað miðbæjarsvæði, við verðum að hafa það í huga. Svæði sem ræðir er miðsvæði okkar. Og það er mjög eðlilegt að það sé byggt þétt á slíkum svæðum. En það skiptir samt sem áður máli að það sé jafnvægi þannig að byggingarmagnið stuðli að mannlífi sem er þó ekki svo þétt að það þrengir að. Og svæðið auðvitað sem ræðir liggur frábærlega ef við horfum þetta út frá samgöngum. Hér eru beina leiðir til Reykjavíkur og svo suður í Hafnarfjörð. Og svo auðvitað erum við að tengjast með Fossvogsbrúnni miðbæ Reykjavíkur og það verður styttra að fara. Hamraborgin er líka 3. fjölsóttasti áfangastaður strætó. Og í Hamraborginni með tilkomu borgarlínunar verður það stærsta stoppustöð borgarlínunar. Þannig að það er auðvitað auðvelt að sjá fyrir okkur að miðbærinn okkar verður ekki aðeins eftirsóknarverður staður til að búa á, heldur einnig mikilvægur viðkomustaður fyrir höfuðborgarsvæðið allt. Hér eru mikil tækifæri til að skapa mjög eftirsóknarvert svæði með frekari þróun miðbæjarins og ég sé fyrir mér að slík þróun taki við af þessari uppbyggingu. Við þurfum hins vegar
að vanda okkur vel við það sem framundan og skapa hér gott umhverfi, blómlegt umhverfi sem virkar fyrir þá sem búa á svæðinu. Ég ætla svona rétt aðeins að sýna ykkur svæði sem mun breytast með breyttu skipulagi. Og hér ég búin að taka saman fyrir og eftirmyndir. Sem sagt, fyrirmyndir eru hér til vinstri og svo eftirmyndir til hægri. Og vissulega eru einhverju smáatriði þarna sem hafa tekið breytingum í skipulagsferlinu. En þetta sýnir okkur þó svona heildarmynd á svæðinu. Og við horfum aðeins á efri myndina að þá erum við að horfa til suðausturs frá Hamraborg á sólríkt nýtt torg, sem við getum jafnvel kallað Hamratorg. Bílastæði fara af yfirborðinu og í bílakjallara. Og á neðri myndinni að þá erum við að horfa til suðurs eftir mannlífsás frá Vallatröð, Hamraborg 30 til 36 á hægri hönd og svo nýbyggingar á vinstri hönd með verslun og þjónustu á jarðhæðum. Og ef við horfum á þessa mynd hér, þá efri myndin að horfa norður til norðurs á nýju torgi. Fannborg 7-9 eru þarna á hægri hönd og Fannborg 8 á vinstri hönd. Og við færum okkur svo niður hérna, því þekki nú Hálsatorgið okkar. Þar erum við að horfa til austurs á Hálsatorg sem sýnir svo tenginguna af mannlífsás við torgið. Og svo kannski að lokum, þá ef við horfum á efri myndina, að þá erum við þar að horfa eftir mannlífsásnum til vesturs, Hamraborg 36 á hægri hönd. Og þið þekkið auðvitað vel flest, þekkjum við hér Hvítahúsið á efri myndinni, þetta auðvitað Fannborg 2, þarna voru bæjarskrifstofur Kópavogs, félagsheimili, bíó og fleira. Og svo á neðri myndinni, að þá erum við að horfa á Digranesveg til austurs, gamla pósthúsið þarna á vinstri hönd, og nýbyggingar eru Traðareitur vestri með verslun og þjónustu á jarðhæð að Digranesvegi. En það verður auðvitað ekki úr því dregið að þetta stór framkvæmd inni á byggðu svæði og framundan niðurrif húsa og svo uppbygging. Og það verður rask á framkvæmdatímanum. Íbúar og atvinnurekendur munu þurfa að þola ónæði á meðan á því stendur. Og við í bæjarstjórninni, bæjarstjórn Kópavogs, gerum okkur fyllilega grein fyrir því að þetta verður á einhverjum tímapunkti mjög krefjandi fyrir íbúa og aðra aðila sem á svæðinu. En það eru þó fjölmörg fordæmi þess efnis bæði hér á Íslandi og erlendis af sambærilegum verkefnum og auðvitað við ásamt verkaðilum ætlum að leggja mikið kapp í að læra af þeim sem hafa farið í svipaðar framkvæmdir og gert vel og stuðla auðvitað að því að þetta gangi eins snurðulaust fyrir sig eins og mögulegt er. Við hjá Kópavogsbæ höfum fundað með notendaráði fatlaðs fólks, við höfum fundað með húsfélaginu í Fannborginni og við erum núna að undirbúa samtal við alla einstaklinga sem eru hreyfihamlaðir í Fannborginni. Og við munum vanda okkur í greiningu á þörfum og fleira. Hjá bænum sjálfum erum við líka að undirbúa okkar eigin aðgerðir. Vegna þess að við erum auðvitað stór vinnustaður og það eru fyrirhugaðar framkvæmdir á svæðinu og við erum að skoða það hvað við getum gert, til dæmis meðal annars að rýmka fyrir bílastæðamálum. En að lokum þá vil ég nú bara segja það, kæru íbúar, að ég skil vel að margir íbúar og hagsmunaaðilar á svæðinu hafa beðið lengi eftir upplýsingafundi eins og þessum. Þetta deiliskipulag var samþykkt á síðasta kjörtímabili. Á þessu kjörtímabili hefur tíminn farið í það hjá uppbyggingaraðila að undirbúa verkefnið og hönnun húsa. Það var okkar mat að það var ekki tímabært að halda upplýsingafund meðan undirbúningur uppbyggingaraðila var enn í mótun. Því vona ég það að þið virðið það við okkur að við töldum að það gæti jafnvel valdið upplýsingaóreiðu að halda slíkan upplýsingafund byggt á einhverju sem var ekki fast í hendi. En það breytir þó ekki því að hingað erum við komin saman í dag og þessi upplýsingafundur hér auðvitað fyrsti fundur af mörgum.
Hluti af öllu ferlinu verður nefnilega að eiga í góðu samtali við íbúa í aðdraganda verktímans og á meðan honum stendur. Og þessi fundur auðvitað bara liður í því og ég vona svo sannarlega að við munum geta svarað ykkar spurningum eftir bestu getu. Ég veit þetta verður rask fyrir íbúa á svæðinu og við vitum það, en við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að lágmarka slíkt rask. En markmiðið auðvitað að við sjáum miðbæinn okkar blómstra á ný, vera iðandi mannlífi, fjölbreytt þjónusta og verslun fyrir Kópavogsbúa sem og aðra sem vilja njóta miðbæjarins okkar. En ég þakka ykkur kærlega fyrir og ég hlakka til samtalsins sem framundan og svo auðvitað eins og kom inn á hér áðan hjá Stefáni að þá munum við opna fyrir spurningar í lokin. Takk fyrir. Já, komið sæl, það heyrist okkur límir eða ekki. Ég ætla nú svona að byrja á því áður en lengra haldið og farið verður að fjalla framkvæmdina sjálfa, uppbyggingatímann og aðgengismál, þá skulum við fara aðeins yfir uppbyggingaráformin sjálf. Og það að segja hvernig þessi reitir eiga eftir að líta út að uppbyggingu lokinni. Við ætlum einnig að líta aðeins á svæðið í aðeins stærra samhengi, svipað og Ásdís gerði hérna undan mér, og svo skulum við skoða hvar við erum stödd í ferlinu. Og það að segja hvað búið í ferlinu og hvað eftir. Nú, uppbyggingin á miðbæjarsvæðinu, hún auðvitað liður í stærri uppbyggingu eins og Ásdís kom inn á og þessi uppbygging, hún liggur meðfram samgönguás sem sýndur hérna. Þetta samgönguás alls höfuðborgarsvæðisins sem liggur í gegnum Kópavog, þá frá Fossvogsbrúnni og að Vatnsenda meðal annars. Nú, þessi samgönguás, hann opnar auðvitað tækifæri í Kópavogi, tækifæri til áframhaldandi vaxtar. Kópavogur bæjarfélag sem hefur verið í miklum vexti og nú eru möguleikar til enn frekari vaxtar og þróunar og meðfram þessu samgönguás eru ýmis svæði í uppbyggingu. Vesturhluti Kársness, hann auðvitað og það þið sjálfsagt flest meðvituð hefur verið í mikilli þróun undanfarin ár. Það nýtt rammaskipulag í kynningu fyrir það svæði sem bara mjög gagnlegt að kynna sér. Auðbrekkan og hefur verið í mikilli endurnýjun, þar eru ný svæði í undirbúningi skipulags, uppbyggingin í Smáranum, hún langt komin og lokið á mörgum svæðum þar. Svo það vesturhluti Glaðheima eða síðari áfangi Glaðheimasvæðisins sem á næsta leiti. Þá líka mikil og metnaðarfull uppbygging verslunar og þjónusturhúsnæðis á Dalvegi í gangi. Og varðandi tímalínuna, þá skulum við setja þetta hérna svona upp. Hérna sjáum við hvaða þáttum lokið. Árið 2017 þá í raun og veru hófst þetta ferli allt saman með flutningi bæjarskrifstofanna og það stendur yfir skipulagsvinna hérna frá 2018 til 2021 og þetta var það bil 3,5 ár. Þarna var unnið með bæði aðalskipulag og deiliskipulag fyrir þetta svæði og meðal annars þessa 2 reiti. Nú og svo í lok ársins 2021 þá tekur deiliskipulag miðbæjarsvæðisins gildi. En síðan líða alveg nokkur ár og það mjög skiljanlegt að fólki hefur þótt framvindan lítil þar til í raun og veru í byrjun þess árs þegar það eru lögð inn byggingaráform til skipulagsráðs. Og það í rauninni ákvæði deiliskipulagsins að áður en sótt byggingarleyfi og það eru næstu skref í ferlinu að þá skal leggja fram byggingaráform skipulags- og umhverfisráðs til staðfestingar og þetta í raun og veru gert til þess að tryggja það að fyrirhuguð uppbygging, sérstaklega á svona svæði, sé í samræmi við samþykktar stefnur og áætlanir Kópavogsbæjar fyrir svæðið og uppfylli öll markmið deiliskipulagsins. Nú, þar sem að þetta svæði í þegar byggðu umhverfi,
og krefjandi varðandi marga þætti, þá voru gerðar ítarlegri kröfur byggingaráform. Það voru gerðar kröfur að drög að aðgengisáætlunum á framkvæmdatíma, framkvæmdaáætlun og svo framvegis væru einnig lögð fram samhliða til skipulags- og umhverfisráðs. Þetta er almennt ekki gert, en að því að svæðið er eins og það er, þá var það gert á þessu stigi og það verður svo farið nánar yfir þessar áætlanir síðar. En það er sem sagt hér í ferlinu sem við erum stödd. Skipulags- og umhverfisráð hefur staðfest að þessu uppbyggingaráform, þau eru í samræmi við skipulag. Fyrir utan reyndar nokkuð frávik sem ég fer yfir bara hérna rétt á eftir. En næsta skref er svo að lóðarhafi eða uppbyggingaraðili sækir byggingarleyfi til byggingafulltrúa Kópavogs. Slíkt leyfi er auðvitað ekki gefið út nema umsóknin uppfylli allar þar að lútandi reglur og reglugerðir og þar á meðal auðvitað byggingarreglugerð og hérna eins og ég nefndi þá er þetta umfangsmikið verkefni á krefjandi svæði, þannig að það má alveg gera ráð fyrir að þetta ferli geti tekið einhver tíma til viðbótar, það er að segja bæði umsóknarferlið og yfirferð umsóknarinnar, en Ásthildur fer nánar yfir þessi skref hérna eftir mér. Nú, þetta eru reitirnir sem ræðir, Fannborgarreitur og Traðarreitur, og innan þessara bláu svæða hérna þá munu framkvæmdirnar sem sagt fara fram, en það má alveg búast við breytingum á aðliggjandi svæðum og það er þá hérna svona gróflega innan þessa græna svæðis sem er teiknað hérna upp. Og það er mikil þróun í gangi á miðbæjarsvæðinu eins og við vitum. Traðarreitur Eystri, þar er uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að ljúka. Það er leikskóli, nýr leikskóli í byggingu við Skólatröð. Skipulagsvinna er að hefjast vegna stækkunar og endurbóta á Kópavogsskóla. Svo má búast við framkvæmdum sunnan bæjarskrifstofana á Digranesvegi, þar sem er gert ráð fyrir kjarnastöð borgarlínu. Og það er líka gert ráð fyrir þróun lóðana þarna sunnan Digranesvegar, eða við Digranesveg þarna syðst, og frekari þróun í Auðbrekku til framtíðar litið og svo auðvitað framkvæmdum við Mannlífsásinn, þessa göngu hjólatengingu sem í raun og veru tengir þessi svæði saman yfir, hvað ég var að segja, Digraneshryggjinn. Nú, og svona er stefnt að reitirnir komi til með að líta út að uppbyggingu lokinni, þá Traðarreitur hérna og Fannborgarreitur. Og á Fannborgarreit sem við sjáum hérna frá suðvestri, þar verða alls 163 íbúðir. Þær verða 2 til 4 herbergja. Þar verða líka 1900 fermetrar af verslunarhúsnæði, verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæðum sem snúa þá að almenningsrýmum. Það verða bílakjallari á 2 hæðum með samtals 305 bílastæðum. Það verða einnig 350 hjólastæði, bæði í bílakjallara, sem sagt yfirbyggð og á yfirborðinu. Nú, heildarfermetrafjöldi ofanjarðar er 16.000 fermetrar og eins og ég minntist á áður þá eru frávik frá deiliskipulaginu, en þetta er svona umfangsminni uppbygging en áætlun deiliskipulagsins gerði ráð fyrir, en það voru 18.000 fermetrar og 270 íbúðir. Nú, já, hérna sjáum við hvar verslunar- og þjónustuhúsnæðið er staðsett. Nýjar göngutengingar, dvalasvæði, leiksvæði og torg. Og svo sjáum við hérna bara sama svæði, þetta er einnig Fannborgarreiturinn, bara séð frá norðaustri. Sjáum við norðurhliðar bygginganna, verslunar- og þjónustuhúsnæði út af Mannlífsásnum sem liggur þarna þvert á, leik- og dvalasvæði og torg og göngutengingar. Nú á Traðarreit, sem við sjáum hérna frá suðaustri eða frá Digranesveginum, þar verður 201 íbúð og þær verða 2 til 5 herbergja. Þar verða líka 1000 fermetrar af verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæðum, bæði að Mannlífsásnum og að Digranesveginum. Þar verður einnig bílakjallara á 2 hæðum og þar verða 237 bílastæði. Heildarfermetrafjöldi er 20.500 fermetrar og þetta er líka aðeins
umfangsminni uppbygging en deiliskipulagi gerði ráð fyrir áætlaði. Þar var gert ráð fyrir 280 íbúðum og eitthvað 22.000 fermetrum. Hérna sjáum við staðsetningu verslunar- og þjónustuhúsnæðis, dvalarsvæði og göngutengingar. Þarna eru dvalarsvæði í Inngarði sem opin almenningi. Dreifing íbúða á reitunum nokkuð góð. Það eru flestar íbúðir, þær verða 2 til 3 herbergja, 80%, það svona aðeins misjafnt eftir reitunum og svo 20% íbúða eru 4 herbergja og stærri, eða 4 til 5 herbergja. Og svo hérna sama svæði sé frá Mannlífsásnum, eða frá norðvestri, verslunar- og þjónusturými, leik- og dvalarsvæði og göngutengingar, göngu- og hjólatengingar. Það eru ekki bara byggingar sem munu rísa á svæðinu. Almenningsrýmin á svæðunum og allt í kringum þau munu taka breytingum. Það verða bættar göngu- og hjólatengingar. Það koma ný torg og dvalarsvæði. Yfirborðið mun breytast og gróður verður aukinn. Nýjar tengingar frá Mannlífsás og niður að Hálsatorgi, og það skal svo bara tekið fram að almenningsrýmin og þessi torg og dvalarsvæði, þetta ekki fullhannað, þetta enn í hönnun og þarf ekki að vera að líti nákvæmlega svona út eins og við erum að sýna hérna. Þetta í raun og veru bara dæmi. Nýtt torg þar sem nú eru bílastæði gæti litið einhvern veginn svona út og það sem hefur verið gert í þessu hönnunarferli sem að almenningsrýmin eru í, að það hafa verið gerðar vindgreiningar á álagsstöðum og við sem að búum og störfum á þessu svæði, við vitum að það getur alveg verið vindasamt í vissum áttum. En samkvæmt skipulagsskilmálum þá er verið að vinna með hugmyndir að mótvægisaðgerðum á þessum álagsstöðum þar sem að gætu hugsanlega myndast einhverjir strengir og það hægt að gera á margvíslegan hátt eins og sýnt hérna. Langbesta leiðin að nota gróður, stór lauftré og svo þessa svokölluðu vindstaura sem verið að skoða og prófa en allt þetta fangar vindinn og dreifir honum. Þetta svo, einnig dæmi það. Það hefur verið unnið með gerð og fyrirkomulag gróðurs á svæðinu, lögð rík áhersla á gróður allan ársins hring. Það einnig lögð áhersla á blágrænar ofanvatnslausnir svona við meðhöndlun regnvatns og svo lögð áhersla á það að umhverfið, leik- og dvalarsvæði og sérstaklega leiksvæði hafi ákveðna sérstöðu á þessu svæði vegna staðsetningarinnar í miðbæ Kópavogs. Þau skulu vera vönduð og öðruvísi en annars staðar. Leik- og dvalarsvæði á Traðareit, þau eru eins og ég sagði áðan í Inngarði og Inngarðurinn opinn almenningi og mun líta einhvern veginn svona út. Það verður fjölbreyttur gróður, bekkir og leiksvæði og mjög áþekkt því sem að rísa á Traðareit eystri. Og þá erum við komin að aðgengismálum eftir að framkvæmdatíma lýkur. Og hérna sjáum við, þetta sést vel hérna, já, aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda að íbúðarhúsnæði og verslunarhúsnæði á reitunum. Og svo sjáum við einnig hvernig aðgengi verður að og frá aðliggjandi byggð með nokkuð öðrum hætti en nú Og við sjáum vel hérna aðgengi líka inn og í gegnum almenningsrýmin í Inngarðinum á Traðareit. Og svo það aðgengi að bílastæðum og bílakjöllurum sem ég veit að hérna margir hafa spurningar en hér sjáum við bæði aðgengi fyrir akandi vegfarendur, hjólandi vegfarendur og gangandi vegfarendur. Frá sem sagt Hamraborg aðgengi að bílakjallara í Fannborgarreit og einnig frá Neðstutröð. Aðgengi að bílastæðakjallara undir Traðareit frá Vallatröð og þessi rauðu punktar sýna svo aðgengi gangandi
frá og að bílakjöllurunum, sem sagt frá bílakjöllurunum og aftur til að komast niður og þetta annarkvort aðgengi í plani eða með lyftu. Nú, ég ætla að enda þetta bara á nokkrum útlitsmyndum hérna. Hér sjáum við hvernig fyrirhugað að traðareitur líti út frá Digranesvegi. Við sjáum verslunarhúsnæði á jarðhæð og íbúðarhúsnæði á efri hæðum. Nú, hér horfum við til vesturs milli Fannborgarreits og Fannborgar 1-9 og til austurs eftir Mannlífsás. Sjáum verslunarhúsnæðið á jarðhæð Fannborgarreits og íbúðarhúsnæði á efri hæðum og hér sjáum við glitta í traðareit yst þarna í austri. En áður en þessi svæði auðvitað geta litið svona út, þá þarf ýmislegt að gera. Og hún Ásthildur Helgadóttir, sviðsstjóri umhverfissviðs, hún ætlar að fara nánar yfir það hvaða sem eftir og það þá framkvæmda hluti verkefnisins sjálfur. Takk. Komið sæl öll. Já, Auður búin að fara vel yfir hvar við erum stödd í ferlinu í dag og það það sem framundan. Ég ætla að fara yfir næstu skref og bara þannig að þetta eru skrefin sem Auður fór yfir. Skipulagið var samþykkt þarna 2021 og svo erum við í rauninni í það sem framundan umsókn og útgáfa byggingarleyfis og þá svona ákveðnir hlutir sem að þurfi að fara í gegnum áður en framkvæmdir geta hafist. Til að fá byggingarleyfi þá þarf að leggja inn aðaluppdrætti og það byggingafulltrúi sem að fer þá yfir hvort að þeir standist og uppfylli ákvæði byggingarreglugerðar. Og það þarf að framkvæma úttekt á öllum íbúðum á svæðinu. Það á ábyrgð framkvæmda aðila að framkvæma þessa úttekt á öllum íbúðum og það óháður aðili sem mun framkvæma þessa úttekt og það til að tryggja að ástand íbúða á svæðinu sé vitað ef að einhverjar skemmdir verða á byggingatíma. Þannig að þetta mun fara fram. Við vitum ekki nákvæma tímasetningu á þessu en við munum upplýsa í góðan tíma áður en þetta fer fram. Þá verður óskað eftir að aðgengi að fá að koma inn og gera úttekt á íbúðunum á svæðinu og þetta var sama og var gert í Traðareit Eystri fyrir þá framkvæmd sem var einnig mjög umfangsmikil. Framkvæmdaaðilinn náttúrulega ber ábyrgð á framkvæmdinni en Kópavogsbær ber auðvitað ábyrgð á að framfylgja að framkvæmdaaðili fari eftir öllum lögum og reglum sem gilda framkvæmdina. Þetta komið. Eftir að útgáfa byggingarleyfis, þetta fer umfangsmikið að teikningum og gögnum. Byggingafulltrúi þarf að gefa sér tíma í að fara yfir þessi gögn og mun vanda sig við það. Og svo tekur við þá að byggingarleyfi gefið út og niðurrifsleyfi og svo verður aðstöðusköpun. Það þarf að girða af vinnusvæðið, setja upp vinnubúðir, tryggja akstursleiðir frá og að vinnusvæðinu. Þetta mun líka taka einhver tíma og þessar teikningar verða líka samþykktar af byggingafulltrúa og þá getur niðurrif hafist eftir að þetta bæði þessi atriði, þessi byggingarleyfi, aðstöðusköpun og þá getur niðurrif hafist. Þetta niðurrifið í áætlunum núna. Það liggja fyrir áætlanir frá framkvæmdaaðila sem að segja til að niðurrif muni taka það bil 4 til 5 mánuði. Og þetta allt auðvitað háð hvenær leyfi veitt til að hefja niðurrif. Þannig að áætlanirnar náttúrulega hliðrast miðað við þegar leyfi veitt.
Svo það eftir niðurrif, þá getur jarðvinna og klapparlosun hafist, sem þetta mikið rask og sprengingar og fleygun, sem mikið ónæði á framkvæmdatímanum. Í áætlun framkvæmdaaðila tekið fram að þetta muni taka 5 til 6 mánuði. Þannig að þetta mesta ónæðið kannski af þessum 2 þáttum, niðurrifinu og jarðvinnunni, sem sagt klapparlosuninni. Og við síðan þegar þessu lokið, þá þessir 2 þættir sem að mesta ónæðið af í áætlunum það bil allt upp í ár. Þannig að það ónætilega mikið rask og síðan þegar að því lokið þá hefst uppsteypa sökla og uppsteypa mannvirkjana sem að ekki eins mikið ónæði að en þó alltaf eitthvað. En það mikilvægt bara að upplýsa vel og þetta náttúrulega gilda strangar reglur og reglugerðir sem að Kópavogsbær mun tryggja að verði farið eftir. Heildar uppbyggingatími í áætlun eins og hún liggur fyrir í dag það bil 5 ár. Og enn og aftur það auðvitað háð því hvenær byggingarleyfi verður gefið út. Upplýsingaflæði og framkvæmdatíma skiptir Kópavogsbæ miklu máli og með eins og bara kom fram í máli Ásdísar og Auðar, það skiptir miklu máli að upplýsa vel íbúana á svæðinu og það verður upplýsingavefur sem verður opinn og það búið að opna hann í mótun en það unnið hörðum höndum núna á að klára þennan vef sem verður auðvitað lifandi vefur og meðan á framkvæmdum stendur. Þarna verða svona helstu upplýsingar, bara allt sem að varðar framkvæmdina, mikilvægar upplýsingar breytingar, fasaskiptingu og verður uppfærður leið og nýjar upplýsingar liggja fyrir. Þetta miðbær.kópavogur.is heimasíðan og verður bara í mótun bara þessa dagana og verður kappkost að klára hana og setja inn upplýsingar bara eins fljótt og auðið Þá verður samskiptahópur sem verður tengiliður frá framkvæmdaaðila. Þetta auðvitað 2 framkvæmdaaðilar, það Fannborgarreiturinn og það Traðarreitur vestari og þetta 2 framkvæmdaaðilar, þannig að það verður tengiliður frá báðum þessum framkvæmdaaðilum og Kópavogsbæ. Og þarna hægt að afla sér upplýsinga, senda fyrirspurnir og óska eftir fundi ef þess þörf. Þarna þá netfang eða póstfang sem hægt að senda fyrirspurnir, það miðbær@kópavogur.is. Þetta framkvæmdin í fasaskipt, þannig að það 5 fasar í framkvæmdinni og Kópavogsbær mun halda upplýsingafundi fyrir hvern fasa vegna þess að aðgengismál geta breyst á meðan á framkvæmdum stendur og milli fasa. Því þetta það stórt, þannig að aðgengið breytist lítillega, stundum mismikið á milli fasa en það verður fundir til að upplýsa þetta og auðvitað upplýsingar á heimasíðunni miðbær.kópavogur.is og einnig send dreifibréf í hús. Það náttúrulega þannig núna að það ekki hægt að svara öllum spurningum en við vildum upplýsa þau gögn sem liggja fyrir núna og svo verða þarna lifandi upplýsingar auðvitað á þessari heimasíðu og alltaf hægt að senda fyrirspurnir. Hérna svona QR-kóði sem leiðir okkur á heimasíðuna og þetta komið í virkni núna en eins og ég sagði þá auðvitað heimasíðan í mótun og samskiptahópurinn eins og ég lýsti áðan.
og upplýsingafundur fyrir hverja. Og nú ætlar Elvar að fara yfir aðgengisáætlunina. Takk fyrir. Góðan dag, komið þið sæl. Elvar heiti ég og frá verkfræðistofunni Örugg og við höfum verið að vinna svolítið að koma þessu verkefni, unnið að gera aðkomu áætlunar og svo farið yfir þessi aðgengismál og þá sér í lagi möguleika fyrir bílastæði hreyfihamlaðra og fjarlægði frá þeim að íbúðum. Þetta er talsvert efnismikla glæður sem ég ætla að fara að sýna ykkur hérna núna eftir, en ég ætla ekki að fara alveg í mikið dítil kannski. Ég ætla að fara fyrst svona aðeins yfir aðkomu áætlunina, þar sem við erum að fara yfir aðkomu slökkviliðs, aðkomu viðbragðsaðila, aðkomu verktaka inn á svæðið, gönguleiðir og eins aðgengi þjónustuaðila eins og sorpþjónustu og ferðaþjónustu fatlaðra. Þegar ég er búinn að fara yfir þessar myndir, þetta eru einhverjar 6 myndir sem eru á þessu formi, að þá tek ég svolítið nánar þessa punkta sem varða bílastæði fyrir hreyfihamlaða og fjarlægðir að eingöngum íbúða. Eins og komið hérna inn á áðan, þá erum við að skipta þessu verkefni upp í svona 5 til 6 meginfasa. Við byrjum nú með eitthvað sem heitir fasi 0 en göngum svo upp í svona fasa 5. Og það er alveg mögulegt að eitthvað geti svo hliðrast til innan þessara fasa hverju sinni, en þetta eru svona meginlínuna sem við erum að reyna að setja fram til þess að ná utan um verkefnið. Nú, réttilega bara að segja frá þessu sem sést hér. Þetta er til dæmis fasi 0. Fasi 0 og fasi 1, það eru niðurrifsfasar. Það er verið að rífa út úr byggingum fyrst, eins og fasa 0. Það er verið að rífa út úr Fannborg 2. Við erum með skilgreind vinnusvæði sem að líti út svona cirka eins og bláu svæðin. Samtímis eða á svona svipuðu róli þá getum við verið að horfa á niðurrif einnig út úr byggingum á Traðareit vestari. Þannig að við erum að sýna það þarna líka. Aðgengi verktaka er sýnt þetta með appelsínugulum örfum svona inn frá neðstu tröð fyrst og fremst. Aðgengi fyrir slökkvilið og viðbragðsaðila með rauðum örfum. Þjónustuaðgengi er svo með þessum grænu merkingum. Og það er kannski ágætt að koma bara inn á það strax að varðandi aðgengi viðbragðsaðila. Þá höfum við verið í nánu samstarfi við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Förum þá yfir í rauninni hvaða möguleika þau hafa, erum að horfa á björgunarsvæði, körfubíla og dælubíla og annað slíkt og upp á það að tryggja það að það sé nægt rými fyrir þennan búnað. Þetta er eins og ég segi fasi 0. Í fasa 1 þá er svona aðeins farið þá gengur þetta í rauninni áfram. Við erum komið með þessar bleiku línur þarna í kringum vinnusvæðin. Bleiku línurnar eru að tákna vinnugirðingar, þannig að nú erum við farin að afmarka vinnusvæði betur. Niður við Fannborgar 2, það er hafið, það er að segja að vera að rífa húskroppinn sjálfan, en samtímis byrja að rífa úr Fannborg 4 og 6. Ástæðan fyrir því að það byrja á því að rífa Fannborg 2 rauninni niður er svo að í næsta fasa sem kemur á eftir, að þá erum við farin að reikna með því að geta verið með bráðabirgða bílastæði þarna norðan við Fannborg 1 til 5. Nú aftur, þarna hefur líka vinnusvæði Traðareits vestari stækkað dálítið til norðurs sem gerir það að verkum að við erum ekki lengur að gera það fyrir akstursleið neðstu tröð til austurs. Ef við berum saman þá sjáum við hér í fasa 0 að þá er ennþá akstursleið þar fær, en hér er þessi leið farin út og þarna er líka komin merkt svæði fyrir björgunarsvæði fyrir körfubíla. Eitt af þeim atriðum sem við erum að horfa á í þessum áætlunum er að tryggja það að íbúar á svæðinu búi við óskerta björgunarmöguleika frá svölum til dæmis ef þörf krefur. Og þarna eru komin 2 svona rauð svæði norðan við Traðareitinn sem er ætlað að þjóna svölum Hamraborgar 32 fyrst og fremst. Það er sem sagt í reglum að það þarf að vera hægt að ná til svala sem eru á 5. hæð eða ofar og þarna er klálega þær aðstæður fyrir hendi.
Nú, hérna á einmitt svona dæmi það hvernig við erum að horfa á hvernig slökkvibíl getur verið keyrt svona bakka að í rauninni Hamraborg 34 væntanlega til þess að ná til svala hábyggingarinnar. Þarna erum við að horfa á það að eitthvað svona stæði, þetta væri í rauninni bara svona, væri í rauninni að fylgja landinu eins og það í dag, þannig að þetta ekki að skyggja á núverandi byggingu. Höldum nú áfram, við, þarna góða. Nú í fasa 2 þá eins og ég segi búið að rífa Fannborg 2 og komið bráðabirgðastæði norðan við Fannborg 1-3. Unnið niður yfir Fannborgar 4 og 6 en kannski minna frétta frá Traðarið vestari og þó þarna byrjað að steypa upp jarðvinnu loki þar og byrjað að steypa upp bílageymsluna og þá má reikna með því að það megi gera ráð fyrir sé mögulega þörf á smá aðstöðu fyrir verktaka utan við svæði, það að segja vestan við þetta framkvæmdasvæði. Það auðkennt þetta með bláum ferning, vestan við Traðarið vestur. Já, prófum þetta. Þarna, já. Þessi ráðstöfun hins vegar, það liggur alveg fyrir að tímalengdin á þessari bráðabirgðaráðstöfun, hún mjög, því stillt í algjört hóf. Í rauninni þetta svæði fært inn á framkvæmdasvæðið leið og aðstæður leyfðu. Þannig að það verið að lágmarka í rauninni raskið þarna. Nú í fasa 3, þá heldur farið að draga til tíðinda, þá búið að rífa niður einnig bílastæðaplötuna sem er vestan við Fannborg 7-9 og vinnugirinn komið í rauninni hér alveg þétt uppað eða svo gott sem, þó alltaf þannig að það reiknað með aðkomuleiðum inn í allar íbúðir og slíkt og að Digranesvegi 8, það verið endar reiknað með að aðgengi þanga verði beint sunnan frá. Og svo einmitt varðandi þetta stóra atriði líka varðandi það að slökkvilið geti komið til bjargar frá svölum núverandi bygginga, að þá erum við með ákveðnar hugmyndir það hvernig þetta að leysa það í Fannborg 7-9. Þetta eru krefjandi hús með svona hallandi svölum eins og þau mörg og flest þekkjum auðvitað, en það verður tryggt með, og við erum ákveðnar lausnir sem varðandi það hvernig hægt að nálgast það. Þarna verið að merkja ekki körfubílaaðgengi í dag inn á þessa plötu, þannig að við erum alltaf að leysa þetta með svona sambærilegum hætti og í dag. Nú, höldum áfram, þá erum við komin í fasa 4 og þetta svona gengur bara áfram á sama veg. Hér við reiknum með því að verktaki getur komist hér inn undirgöngin hér inn á vinnusvæðið, þó aðeins bara með einhverjum litlum tækjum, þannig þetta ákveðin hæðartakmörkun. Og sömuleiðis hér inn innkeyrsluna hér, megin aðkoman hins vegar verður hérna frá Hamraborginni og svo hins vegar hér frá Fannborg. Þannig að hina leiðinir eru svona viðbótar leiðir. Þarna sjáum við líka, þá komið einn rauður kassi hér í viðbót við Gjábakkahúsið. Þarna reiknum við með því að hægt sé að koma körfubíl slökkvilis að, svo hægt sé að bjarga frá svölum Fannborgar 8 sem vísa til austurs. Og fasi 5, hann kemur svo hér og þá meira og minna allt undir. Það að segja, það verið að steypa hér upp allt þetta svæði hér, vinna í þessu öllu saman. Það verður byrjað á því að klára bílastæða húsi hér, steypa þetta upp. Og þetta verður klárað áður en að þessu svæði hér verður lokað. Þannig að ástæðan fyrir því kannski svo að þarna eru bílastæði, þarna verða 50 bílastæði sem að verður hægt að nýta þrátt fyrir að framkvæmdinni sé ekki að fullu lokið. Þannig að þau verða þá aðgengileg almenningi.
Þetta eru svona þessi aðkomu áætlun eins og ég segi og við erum svo að vinna þetta áfram með þetta í samráði við framkvæmdaraðila og Kópavogsbæ. Vinnum svo út frá þessu merkingar áætlun líka og þetta þarf allt saman að fara að öðla samþykki hjá yfirvöldum. Nú, eins og ég sagði, ég vildi svona aðeins fara yfir bílastæðamálin líka og þá sér í lagi bílastæði fyrir hreyfihamlaða. Þetta er staðan eins og hún er í dag. Við erum með stæði hér nokkur fyrir Gjábakkahúsin, bæði hér undir plötu og eins hér ofan á og svo hér eitt eða tvö. Við erum með 1 merktstæði hér og 3 stæði hér við Digranesveg 8. Hér hefur svo verið svona samkomulag það að íbúar hafa verið að nýta þessi stæði sem eru hér austan við Fannborg 2 og við erum þá að horfa svolítið á þessar fjarlægðir eða þessar leiðir sem að fólk sem er að nýta í dag að íbúðum. Og nú veit ég ekki hversu vel þetta sést nú en ég var svona að mæla þetta upp af teikningum hvað þessar leiðir liggja í metrum. Og þetta er svona á þessu bili, svona 15 metrar, 10 til 15 metrar minnst, en fer svo upp í 98 metra það sem er lengst í dag. Fasarnir hefjast auðvitað og fasaskiptingin og það fyrsta sem gerist er að stæðin sem eru hér í dag nýtt, að þau munu hörfa. Þau fara undir vinnusvæði frekar nokkuð snemma. Við hins vegar reiknum það með því að hér austan við verði skilgreind stæði, sambærilegur fjöldi og er hann í dag. Þannig að göngulengdirnar að Fannborg 1, 3, 5, 7 og 9 að austanverðum, að þær lengjast sem því nemur svona 10 metra cirka. Þetta er eins og segja mælt svo sem af korti, ef við horfum bara á þessar aðstæður á staðinum og hvar gangstíð hefur verið tekið niður, að þá er það í svolítið bara á einum stað, þannig að í effekti er þetta kannski aðeins minni aukning heldur en þarna er sýnt. Vestan við Fannborg 7, þar verða smá framkvæmd hér snemma í ferlinu vegna lagnafærslna og nýra lagna. Þannig að það sem hér er niðurtekin gangstétt, að þá lokast hún tíðanbundið. Þannig að við þurfum að reikna með því að hægt sé að komast hér upp á þennan pall. Og það er það bara útfært með rampi sem er það bara útfært í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar. Og þannig að aðgengi þá að Fannborg 7 og 9 er þar tryggt áfram. Svo sjáum við hér bara þessar fjarlægðir, þær eru svona á þessu bili 10 til 105 metrar með þessar forsendur. Nú í fasa 1 þá erum við komið með girðinguna þarna, blámerkta utanum Fannborg 2 og tilheyrandi. Vinnum við þessar lagnafærslu hér er lokið, þannig að við erum bara komið með upprunalegt ástand hér aðgengi að Fannborg 7 og 9. Þannig að það er í sjálfsögðu bara óbreytt. Í fasa 2 þá er þetta nú aftur að mestu óbreytt. Við erum í sjálfsögðu bara, það er ekkert að gerast hér nema bara að það hefur vissulega opnast þetta svæði hér, bráðabirgðabílastæði. Við teljum hins vegar að það sé rétt að miða við það að bílastæðin séu áfram hér því að hérna erum við að reikna með merktri gönguleið hér þvert yfir götuna og hérna verður umferð þungra ökutækja og vinnubíla. Þannig að við teljum rétt að þetta sé bara á sama stað þannig að við séum ekki hringilega fram og tilbaka með þetta. Nú í fasa 3 þá gerist þetta, við erum áfram með stæðin hér, eins og sagði áðan. Við hins vegar erum að svona stilla upp möguleikum. Hér erum við að kynna ákveðna lausn sem að framkvæmdaraðili leggur til og við svona metum sem í rauninni, góða lausn til þess að mæta þessum áskorunum sem við erum með varðandi aðgengi að íbúðum. Að það er að reikna með því að hérna komi lyfta sem væri að tengjast inn á svalagangana hérna. Í fasa 3 er það sömuleiðis að gerast að hérna kemur bráðabirgðabílastæði
sem reiknað með og þarna verður þá í rauninni eyrnamestæði fyrir hreyfihamlaða sem hafa þá stutta leið að þessari lyftu og svo frá lyftunni þá hægt að komast bæði að í sjálfu sér Fannborg 7 og 9 hér að vestanverðu en sömuleiðis að austanverðu á 2 hæðum og áfram ef vill yfir í Fannborg 5 og 3. Við sjáum kannski aðeins betur bara svona tillögumynd eða skissumynd, hvernig þetta gæti mögulega litið út. Þarna eru einhverjir auka veggir sem við erum ekki að endilega horfa á, en hugmyndin þá er að hérna væri lyfta. Svo þá er eftir að framkvæmdum lýkur, þá víkur þetta bílastæði og reikna með því að þarna komi aftur garður í svipuðu formi og í dag væntanlega. En þá þetta komið aðgengi frá þessum íbúðum öllum lyftuna niður í þennan garð. Þannig að það í sjálfsög það ákvörðunaratriði hvort að þessi lyfta útfærð sem tímabundin lausn eða hvort að þetta þá bara varanlegt mannvirki. Nú áfram fasi 4, þetta í sjálfsög sér bara óbreytt frá fyrri fasa. Þarna erum við bara breyta í rauninni ásýndina á vinnusvæðin, hvernig það að þróast. Og í fasa 5, þar sem við erum komið með allt svæðið undir, þá erum við að horfa til þess að það eru komin bílastæði hér í bílgeymslunni. Upp úr bílgeymslunni kemur lyftuhús og frá lyftuhúsinu þá rauninni verða bílastæði fyrir hreyfihamlaða þarna niðri, hægt að komast upp með lyftu og svo þaðan þá stiglaust að íbúðum Fannborgar 7 og 9 að vestanverðu. Eftir sem áður held ég að lyftan sem væri hér, samkvæmt þessari tillögu sem ég var að sýna áðan, hún í sjálfu sér ennþá að veita stystar vegalengdir inn í þessar íbúðir Fannborg 9, 7, 5 og 3. Fannborg 1 svolítið út fyrir svega. Hérna erum við að horfa á það að bílastæði sem eru hér í dag, 2 stæði beint utan við húsið, geti nýst hreyfihamluðum. Þannig að þá í sjálfu sér vegalengdin þar býsna stutt. Svo bara rétt í lokin hérna að þetta kannski svona samantekt, þetta ansi margar tölur, ég átti mig á því, en sýnir kannski svona aðeins samantekt bara á göngu fjarlægðunum miðað við núverandi ástand sem þá hér í þessum dálki hérna og svo þá í hverjum fasa fyrir sig hversu langar leiðirnar eru að hverjum aðleiðingangi og við sjáum þá í rauninni hver mesta lenging að íbúð. Við erum með svona á bilinu allt frá engri lengingu og allt upp í 47 metra aukningu á lengd sem þá eitthvað tímabundin ráðstöfun og eins og við sjáum að þetta þá ekki, það ekki alltaf sama lenging að sjálfsögðu. Það aðeins breytilegt eftir fösum. En þetta svona kannski meginlínurnar í þessu sem við erum að horfa á hér. Nú ég held að það bara komið tíma fyrir spurningar, ekki satt? Takk fyrir. Jæja, þá erum við búin að fá mikinn fróðleik og við ætlum að opna fyrir spurningar. Ég ætla að byrja á því að biðjast velvirðingar að ég fékk strax falleinkunn fyrir fundarstjórn. Ég leyfði þeim að tala allt of lengi. En bara til þess að passa það að þið komið spurningum ykkar þá ætla ég að leyfa mér það að halda fundinum til klukkan 7. En þá verður settur punktur þannig að það tryggjum það sem flest geti komið spurningum að. Það verður hér mikrafón sem þýtur hér á milli ykkar. Ég ætla að biðja fólk að kynna sig, vera mjög hnitmiðað með spurningu vegna þess að við viljum fá sem flesta spurningar og ég bara gerir ráð fyrir að þið hafið örugglega fengið svör við ýmsum spurningum í dag en örugglega líka margar vaknað því að þetta er fullt af upplýsingum en höldum þessu hnitmiðuðu og komum sem flestum heyrum sem flesta spurningar eða áhyggjur sem þið viljið að Kópavogsbær eða framkvæmdaraðilinn taki með í frekari hönnun á undirbúningsframkvæmdinni. Tölum í mikrofón þannig að netheimar heyri
Þannig að það þýðir ekki að kalla úr sal, þá heyrir fólkið sem fyrir fram að skjá ekki spurninguna. Þannig að við erum bara róleg, tölum skýrt í mikrofónin og segjum við eitthvað frummælandi sem þið viljið að svari sérstaklega spurningunni eða finna þau út úr því sjálf. Þá ætla ég að opna á spurningar. Eitthvað sem vill ríða á vaðið? Og fyrirgefðu, ég ætla að taka, við tökum 3 í einu. Það er komið hér 1, 2, 3, mjög gott. Gjörðu svo vel. Jú, góðan dag. Jón Gestur heiti ég og hef verið síðan 2018 meira og minni í forsvari fyrir þessari baráttakar gegn þessu byggingarmagni sem okkur er boðið upp á. Og hef verið sérstaklega í COVID, þá var ég beðinn mikið aðstoð við fólkið í Gjábakka sem var innilokað í öllum þeim streymisfundum sem þá voru í gangi. En ég ætla að byrja á spurningunum það að það að gera úttekt á húsum okkar. Við vorum að fundi með Ármanni bæjarstjóra 7. júlí. Nú ég er nú ekki með rétt plagg hérna en allt í lagi. Við vorum að fundi með bæjarstjórninni allri, lögmönnum og skipulagsstjóra og það var yfirlýst á þeim fundi af Ármanni að það yrði gerð úttekt á húsunum okkar og tilnefndir til þess úttектaraðilar sem báðir aðilar samþykktu, Kópavogsbær og íbúar Fannborgar. Nú er þessu dæmi snúið við og nú ætla að fara að úthluta einhverjum úttектaraðila sem að Árkor á síðan að greiða. Þetta er náttúrulega, eigum við kannski að fá örugga verkfræðistofu sem í þessu úttekt, ég spyr bara. Önnur spurningin minn er sú að hvernig í ósköpunum dettur ykkur í hug að halda áfram með þetta lyftukjaftæði. 30 strax og því upplýstu okkur þessa hugmynd að setja lyftur utan á húsið. Á söfnuðu á einni kvöldstund 34 undirskriftum þess vegna að þetta komi aldrei til greina. Það er nóg að einn aðili mótmæli slíkri útlitsbreytingu. En haldið áfram þessar lyftur. Nú er komið 25 metra regla og aðgengið að heimilinu mínu, Fannborg 9, það er 109 metrar. Þegar þið hérna byrjið niðurbrotið á Fannborg 2, þá eigum við að keyra bílan okkar niður Fannborgina. Öryggisgirðingin getur ekki verið nema gangstéttabreidd frá 5 hæða útvegg steyptum. Þið ætlaði að bjóða okkur upp á það að fara þá í hjólastólum upp og niður Fannborgina með öllum þeim trukkum og faratækjum sem verði í gangi hérna við niðurbrotið. Þeir komu frá Örorkubandalaginu fyrir 3 vikum síðan, gerðu vettvangskönnun hjá okkur, Ingveldur Jónsdóttir þar á meðal og Stefán Vilbergsson. Það vill svo til að Ingveldur er í hjólastól og hún byrjaði að skoða vettvanginn við sunnanverða Fannborg 7 og 9 og vildi svo sjá hver aðgangurinn að heimilinu mínu væri. Hún komst í hjólastólnum hálfa leiðinu Fannborgargötuna. Eftir það þurfti hún aðstoð. Þessi vegalengd frá heimili mínu, hún er 250 metrar og enn haldið áfram. Hvað ætlar þetta sverð að vofa lengi yfir okkur? Við erum á óseljanlegar íbúðirnar, stærri íbúðirnar. Þið getur bara farið í sölur síðustu ára. Ég var með mína íbúð í sölu í 9 mánuði, 2019 til 2021. 3 sinnum opið hús, það kom enginn. Það er algengt að íbúðir fari 10 milljónir undir fasteignamati. Við getum ekki selt, það er ekki hægt. Við getum ekki komast í þjónustuíbúðir. Við erum búin að senda bæjarstjórunum, bæði einstaklingar og stjórn, 26 tölvuboð að fá að vita hvar þessi mál stæðu og hvenær
Þetta sverð hætti að vofa yfir okkur. Hún hefur einu sinni svarað okkur og vitið hvað svarið var. Málið er í athugun. Þetta er hreint stjórnsýslubrot. Og ég eina spurningu eftir. Leifum fleirum að komast og hún kemur aftur að. Ég veit, Jón Gestur, þú ert með... Já, þið verðið líka aðtúa það. Ég er í forsvari hérna fyrir fleiri 100 manns. Þú kemst aftur að. Sessi nautur þinn við hliðina og er ekki best að... Já, Arnar heiti ég. Það veit svona aðeins kannski halda áfram eins og Jón Gestur hér sagði að nú hefur 25 metra reglan verið sett aftur í byggingarreglugerð rétt eins og við vöruðum ykkur við þetta gerast. Engar aðgengis áætlanir örugg verkfræðistofu standast þessa 25 metra fjarlægð frá stæðirheifi hamlara að aðalingöngum í Fannborg 1-9. Auk þess brjóta teikningar Nordic Architects á loka útfærslu á svæðinu þessa reglu. Hvað ætla bærinn og Árkór að gera varðandi það? Einu viðbót. Einu viðbót. Þá bara svona meira kannski á persónulegum nótum að nú á ég 2 ára strák, bý í Fannborg 3 og við sem erum með lítið börn eða aldraðir eða bara fólk sem treysti sér ekki almennt til þess að búa þarna á meðan þessar framkvæmdir standi yfir 7 ár, 5-7 ár, það eru aldrei 5 ár og við vitum það öll. Hvað eigum við að gera? Þannig 2 ára núna, þá erum við komin í grunnskóla. Þetta er búið, eða þegar þið segið að þetta er búið. Það mun ekki þekkja neitt annað en að horfa út svefnherbergisgluggann sinn á framkvæmdastæði, stöðugur hávaði, alla daga vikunnar. Hvað eigum við að gera? Og rétt eins og Jón Gestur sagði, það er nærri ómögulegt að selja eins og er. Þetta er búin að standa síðan 2018. 2018. 3 síðustu sumur er búið að segja við okkur, það er verið að fara að byggja. Það er verið að fara að byggja. Byrjum í sumar. Aldrei gerist neitt. Hvað eigum við íbúar sem búa á svæðinu, ekki búið þið þar? Hvað eigum við að gera? Svarið því. Þú beinir þessu til all... Bara 25 metrar, örugg, bærinn og bærinn sjálfur. Það er að svara fyrir sínu. Og það var hér. Komið sæl, ég heiti Ragnar, ég er íbúi á Álfhólsvegi 22A og mér langar að byrja að segja að mér finnst þetta bara ótrúlega flott plönn. Ég fagna því að það sé verið að fara að bæta hérna miðbæinn okkar og ég er alveg spennt fyrir því að sjá þetta loksins vera veruleika. Aftur á móti, þá sé ég það að það er lítið viðhald í Hamraborginni yfir höfuð. Það er eins og sé ekki gera kröfur að þjónusta þar og fyrirtæki séu svona almennt að lappa upp á útliti hjá sér eða svona, íhuga hvaða þjónusta er í boði þar. Og bæði á ég úling sem er 15 ára og einn sem er 7 ára sem ég sá hérna áðan. Maður er ekkert alveg öruggur stundum með börnin síðan yfir höfuð og mér langar að beina spurningum til bæjarstjóra og bæjarstjórnarinnar. Svona hvaða aðgerðir eru svona fyrirhuga varðandi að bæta Hamraborgina? Þó þetta verður auðvitað alveg frábært eftir 5 ár. Mjög gott. Jón Gestur, það var klárlega hann að spyrja hvernig á að standa að úttektum á íbúðum og síðan varðandi bara vegalengdir og reyndar síðan lyftukjaftæði en þið ráðið hvernig þið takið á því. Og ég ekki bara byrja á úttektunum. Já. Eins og ég nefndi í mínu erindi, þá er það skylda áður en svona framkvæmdir hefjast að gera úttekt á íbúðunum og það er á ábyrgð framkvæmda aðila en það er skýrt að það er aðili sem að Kópavogsbær, þriðji aðili sem framkvæmir úttektina og aðili sem Kópavogsbær samþykkir. Þannig að það er alveg rétt að framkvæmda aðili mun kosta þessa úttekt en Kópavogsbær
hefur það að segja að þetta sé góður aðili sem framkvæmir þessa úttekt. Þannig að það sé alveg skýrt að þetta óháður þriðji aðili. Og varðandi úttektina þá þetta bara skylda og til að tryggja það ef að tjón verður á einhverjum veggjum eða sem að getur komið fyrir, en það varðandi sprengingar og fleigun gilda strangar reglur og það mjög óalgengt að verði skemmdir á veggjum í kring vegna þess að reglugerðin og regluverkið það bara strangt. En ef kynni að þá búið að gera þessa úttekt þannig að hægt verði að fá tjóni bætt. Svo voru það vegalengdirnar, bílastæði að íbúðum. Já, ég getum kannski sagt allavega varðandi aðkoma áætlunina og það sem við erum að horfa á í þessu samhengi, það sem við erum að horfa á eldri byggingar sem eru þetta í dag. Vegalengdir frá bílastæðum að þessum byggingum í dag eru í flestum tilfellum hvergi nærri þessum viðmiðum sem þú nefndir. Markmiði kannski með því að okkar markmið í rauninni að reyna að minnka raski með því að koma fram í lausnir sem eru að minnsta kosti ekki að lengja úr öllu hófi þessar vegalengdir. Í sumum tilfellum eru þessar vegalengdir að styttast meðan á framkvæmdastiginu stendur og svo væntanlega þegar framkvæmdin er lokið fá íbúar aðgengi að þessari bílageymslu sem þarna við hliðina og þannig að það ætti þá að batna en frekar. Rétt kannski varðandi lyftuna, þetta svona möguleg lausn sem að framkvæmdaraðili og við höfum verið að horfa aðeins á. Það alveg rétt að það þarf samþykki lóðarhafa fyrir slíkri framkvæmd. Við töldum eins og það rétt að sýna hana hér, en ef að slík lausn fengist ekki samþykkt, að þá eru aðra leiðir en þá þetta lengjast bara leiðirna töluvert að ákveðnum íbúðum. Kannski líka bara, út af það komið hér bæði frá Arnari og Rögnu varðandi svona ákveðna áhyggjur af börnum, varðandi í rauninni merkingar og annað á framkvæmdatíma. Það sem hún fórst yfir tekið til umferðaröryggis. Klálega, og það kannski kemur meira fram í merkingaráætlun sem var nú ekki í þessum pakka sem ég sýndi áðan en hefur verið unnið áfram með, að við erum að horfa á það að allar gönguleiðir og slíkt væri merktar mjög skilmerkilega með viðeigandi skiltum og upplýsingu jafnvel ef að þörf á og undirlag á öllum þessum umferðarleiðum verður fullnægjandi bundið eða með öðrum hætti. Svo þá kannski að lokum það var svona spurningum hvað eigi að gera við Hamraborgina á meðan ef ég skildi það rétt. Já. Beint til, já. Ég búin að taka af mér. Get ég notað þetta? Heyrið mér? Já. Já, varðandi einmitt með Hamraborgina, það þetta bara samfélagið okkar breytist, kröfur okkar breytast og þetta einmitt gott dæmi það að ef við værum að byggja upp Hamraborgin í dag, þá erum við auðvitað með allt aðrar kröfur svona ásýndina og hvernig við viljum sjá umhverfið þar í kring. En það sem auðvitað að gerast núna með þessum miðbæ sem í mótun og að fara að byggjast þarna, þá mun þetta breyta öllu svæðinu smá saman og við erum núna að klára eins og með Auðbrekkuna, við erum að klára deiliskipulagið þar, þannig að við erum svona með heildarsýn á svæðinu. En varðandi öryggi hins vegar, það eitthvað sem við þurfum auðvitað að taka til okkar og við þurfum að bregðast við ef við erum ekki örugg á svæðinu. Og það auðvitað bara eitthvað sem ég mun bara taka upp með mínu fólki og auðvitað við erum í góðu samtali við lögregluna og við erum með samfélagslöggur líka sem eru svona sýnilegar á svæðinu og sérstaklega í skólum okkar eins og kannski þið þekkið. Þannig að við þurfum bara ég þarf algjörlega að taka það til okkar og skoða hvað við getum gert til að bregðast við því. Ætla ég að bæta þessu? Þá ætla ég að opna... Aðeins bara bæta við þetta, ég heyrist í mig núna hérna, það þarf ég ekki þennan. Sko varðandi miðbæjarsvæðið og áframhaldandi skipulagsvinnu, þá minntist ég hérna aðeins á rammaskipulagið eða rammahluta aðalskipulags fyrir vesturhluta Kársness
sem í kynningu núna og ég veit ekki hvort að fólk hefur náð að kynna sér það, en þá hefur náttúrulega verið í undirbúningi hjá okkur svipuð vinna fyrir miðbæjarsvæðið í heild sinni. Og það náttúrulega Hamraborgin og svæðið allt að Auðbrekkunni og niður Digranesveginn. Þannig að það svona svipuð upplyfting í farvatninu á miðbæjarsvæðinu. En þetta tekur auðvitað allt saman tíma. Við erum að vinna á mörgum stöðum. Þannig að já, Hamraborgin ekki afratar. Ég get alveg lofað þetta í ótrúlega spennandi svæði. Fleiri spurningar, 2 og 3 þarna, já. Byrjum á Tryggva. Góðan dag, Tryggvi Felixson. Takk fyrir kynninguna á áformum sem að skiljanlega valda mörgum áhyggjum og að margra mati eru ögrandi og mannskemmandi. En burtséð frá því, hvað manni finnst persónulega, þá hef ég 2 spurningar. Í fyrsta lagi þá vil ég minna, ég held ég beini þessari spurningu til bæjarstjóra. Ég vil minna á að í stjórnsýslu meðalhófsregla og á þessu svæði sem að verður fyrir mestum áhrifum búa, ef að ég skil rétt, á milli 200 og 300 íbúar. Eru bæjaryfirvöld að fara að meðalhófsreglunni í ljósi þess sem að framundan á næstu 5-7 árum og gæti kannski tekst upp í 10 ár og í ljósi þess sem að íbúar á svæðinu hafa þurft að búa við síðan, já við getum sagt, 2018. Þetta fyrir spurningin. Seinni spurningin þessi kynning á framkvæmdum, hún hefur ekki komið fram hvort það þörf fyrir einhverja fráveitu framkvæmdir. Ég hef skilið þessu svo að fyrir starfsmönnum bæjarins að það gæti þurft að grípa til ansi róttækra fráveituframkvæmda sem munu líka hafa áhrif á umhverfið. Bara fiska eftir því hvort að það sé rétt skilið. Takk fyrir. Það kannski látum bara Martin heiti ég og bý í Hamraborginni og ég tek undir að það þarf að laga Hamraborgina. Hún svolítið lúin og að mínum mati svolítið ljót sko. Og það reglulega að vera að pissa þarna og sprauta sig og brjótast í bíla og það þarf ekkert að, þau eru pottþétt með þetta því, en eins og ég tek undir, það þarf að laga til og þú veist hvað þarf til að laga. Hvort það þurfa að loka bílakjallarann og fá facelift þarna eða, ég veit það ekki, nú ég að spyrja ykkur, sérfræðingarna. Þú veist, nú líka nýbyggingarnar, það allar sko, það allt lokað. Af hverju þarf Hamraborgin opin? Þetta einhver æð fyrir bílana? Neista bara bull. En það líka fleiri íbúar sem þarna taka undir það í Hamraborginni. Þannig að ég vil alveg senda boltan til ykkar. Og svo hérna í aftar í salnum. Stímir, já. Hæ, ég heiti Ólöf og ég íbúi í Hamraborg 14 og mér langar líka til að byrja á að segja að ég mjög spennt yfir því að útlitið í þessum miðbæ verði betra og að þetta verði vonandi flott. Varðandi ef það verða skemmdir eins og í bílakjallaranum í Hamraborg, það sem maður hefur heyrt að getur verið erfitt að fá tjónið bætt og að það krafist þess að við þurfum að sanna eða sýna fram á að verktaki hafi ollið skemmdinni og það sem ég eiginlega að biðja að við fáum svona skýra sýn á hvernig svoleiðis ferli myndi líta út ef það verða skemmdir, að við vitum hvað við þurfum að gera og þannig að við lendum ekki í skemmdum og svo eftir á fáum við heyra að við hefum átt að gera eitthvað öðruvísi. Þannig að já, bara að það ferli verði mjög skýrt fyrir okkur íbúa. Takk fyrir. Mjög gott, þetta var skýrt. Fyrsta spurning frá Tryggva beindist að meðalhófi. Já, takk fyrir þessa spurningu, Tryggvi. Það mikilvægt að við höfum í huga að hér í gildi deiliskipulag. Deiliskipulag sem í öllu skipulagsferlinu fór bara hina lögbundnu leið. Þetta deiliskipulag var samþykkt á síðasta kjörtímabili.
Nún erum við búin að vera að undirbúa það og erum bara að vinna vel og vandlega að því að auðvitað gæta hagsmuna íbúa á svæðinu þegar framkvæmdir fara af stað. Við munum ekki gefa út byggingarleyfi ef að uppbyggingaraðilar eru ekki búin að uppfylla öll þau skilyrði og allar þær reglur sem eru í gildi. Þannig að það verður auðvitað að vera alveg ljóst. Og auðvitað er það okkar verkefni að reyna eftir fremsta megni að lágmarka það rask sem verður á meðan framkvæmdum stendur. En þetta verður rask. Ég veit það alveg. Þetta verður auðvitað erfitt í einhver tíma. En við megum hins vegar ekki gleyma því að við erum hér að fara að byggja upp nýjan, fallegan miðbæ sem bæði Kópavogsbúar og aðrir munu njóta af. En á meðan framkvæmdum stendur þá verður þetta rask. Okkar hlutverk er númer 1, 2 og 3 að standa vörð um ykkar hagsmuni. Og það mun ég að sjálfsögðu gera sem bæjarstjóri Kópavogs og ég veit það að starfsfólk mitt hér hjá Kópavogsbæ mun líka gera það. Takk. Þá til að klára spurningunum þarf að fara í miklar fráveituframkvæmdir með tilkomu uppbyggingu miðbæjarins. Já, það er tilfærsla á lögnum og sem er auðvitað hluti af svona stóri framkvæmd og það er alveg nokkuð umfangsmiklar framkvæmdir á lögnum en framkvæmdaraðili mun gera það og bera ábyrgð á því og auðvitað sjá til þess að lagnir verði í fullri virkni á framkvæmdatíma. Svo var það í rauninni frá Martini, hann sem var í rauninni að spyrja ykkur hvað er hægt að gera til þess að fegra Hamraborgina? Já, ég kannski tek þá spurningu, þetta er kannski bara svipa svar og ég gaf henni Rögnu hérna áðan. Það sem við viljum gera fyrir miðbæinn og erum að undirbúa, það er svona rammaskipulag sem í raun og veru opnar á möguleika þarna og til þess að fegra þetta umhverfi og breyta því þá þurfa að vera einhver tækifæri til staðar og það getur maður gert með svona rammaskipulagi eða einhvers konar miðbæjar áætlun fyrir svæðið í heild sinni. Þannig að þetta er alveg í pípunum eins og ég sagði við hana Rögnu. Við höfum verið að einbeita okkur að þessu svæði og Kársnesi og svo tekur þetta við og við erum að vinna með margar spennandi eða svona, já, reyna að þróa spennandi lausnir til þess einmitt að draga íbúana eins og ykkur íbúana á svæðinu að þessu ferli og fá ykkar hugmyndir. Við erum alltaf þekki svæðið best. Og svo var þá síðast spurning frá Ólöfu svona hvernig á að standa í rauninni að þessum úttektum og eru bílakjallarar með og bara þannig að ferlið sé algjörlega skýrt. Það kom ekki eftir á. Bara virkilega góð spurning. Þetta ferli verður alveg skýrt verða upplýsingar ferlið á heimasíðunni sem ég nefndi áðan, miðbær.kópavogur.is og hvernig á að snúa sér. Það er náttúrulega fyrsta skrefið þessi úttekt sem verður gerð á íbúðum og bílakjallara, geislagarðinum og öllum aðliggjandi mannvirkjum og svo verður mjög skýrt ferli, bara spurt og svarað á upplýsingasíðunni sem verður farið ítarlega í þetta hvernig fólk á að snúa sér og bara áhyggjur, bara til að svara áhyggjum fólks. Það er bara mjög skiljanlegt að fólk velti þessu fyrir sér. 1, 2 og 3. Þá byrjum við hérna fremst. Það er að koma mikrofón. Í varðandi úttektirnar og tjón. Það verða ítarlegar upplýsingar það ferli á upplýsingasíðunni og svo ef þær eru ekki fullnægjandi bara að senda á netfangið, póstfangið, þannig að við erum ekki alveg komin með, það verður bara gert ferli hvernig fólk á að snúa sér en auðvitað er fyrsta skrefið og mikilvægt skref að veita heimild fyrir úttekt á íbúðinni. Gjörðu svo vel. Þú færir spurningu, ég er búin að skrá þig, þú ert næst. Já, Helga Halldórsdóttir heiti ég og bý í Hamraborg 16 og ég þakka fyrir þessa kynningu sem er mjög gott að fá. Ég hef áhyggjur af Hamraborginni eins og fleiri hér og meðal annars sambandi við sorphirðu. Það er mjög slæm staða í því
og það fegrar ekki eins og það er. Og það væri gaman að heyra meira það hvort að menn huga að sorphirðingu alls staðar á svæðinu eða hvort að það eitthvað allt annað mál. En já, það þetta sem og eins og ég held geislagarðurinn núna á framkvæmdaáætlun í ár, þannig að við fögnum því og það svolítið gaman að því að segja að meðalaldur að lækka þarna. Það fullt af ungu fólki með börn og það þarf að huga því ásamt öðru, varðandi leiktæki og annað. Takk fyrir. Svo fyrir aftan. Sæl, Elín Kona heiti ég bý í Hamraborg 32 á Svöl og ég með svalir á neðstu hæð og ég var alveg til í þessar framkvæmdir þangað til bara fyrir 2 vikum þegar ég fattaði að það var að sprengja bílakjallara alveg út að Svölum hjá mér. Þannig að ég verð bara með þetta í stofunni og allir gluggar heima hjá mér eru opnaðir í þessa átt og mér finnst þetta mjög kvíðavænlegt. Og ok, ég get lifað 5 ár, hafið íbúð handa mér meðan, eða nei, kannski ég geti fengið herbyggi hjá ykkur. Svo rak ég aðeins eyrun í það sem Ásdís sagði áðan. Hún ætlar að læra af þeim sem hafa gert þetta vel og mig langar að vita hverjir það eru og fylgjast með þeim og kannski kynna mér það aðeins. En mig langar svolítið að vita, verður í alvöru sprengdur og svo þetta orð klapparlosun, þið veitir, þetta er orð dagsins, krakkar, orð dagsins. Mig langar að vita svolítið þessa klapparlosun sem því fylgir. Og svo vorum við með Já, ég heiti Jóhanna Lovísa. Ég ætlaði bara að spyrja, ég bý í Vogartungu, ég er svo heppin að gera það, en ég held aðalega til í Gjábakka, borða þar og vökva blómin þar og gera ýmislegt fleira, vera námskeiðum þar og svona. En ég að spekulera í öllum bílunum, það kannski 1000 bílar þarna fyrir utan á stæðunum og næsta stæði fyrir ofan. Hvað á að gera við þá bíla? Hvert eiga þeir að fara? Hvar eiga þeir að leggja? Mjög gott. Og svo tökum við þá... Góðan dag, ég heiti Kristinn og er umsjónum af fasteigna á Sunnuhlíðarsamtökunum. Takk fyrir flotta kynningu, en það er mikið talað allt annað en Fannborg 8 í kynningunni, sem okkur þykir töluvert miður. Því þar erum við með 29 íbúðir aldraða, hátt í 50 íbúa. Ég ætla að leyfa mér að efast fjarlægið frá bílastæðum og þegar að þessum, þú talar 50 bílastæði áðan, þarna í bráðabirgða, þá velti ég fyrir mér hvernig skiptingin á því verður. Þegar við erum með okkar cirka 40 íbúa, aukalega þar kemur akstursþjónusta, félagslega kerfið í heimsóknum til íbúa þrif, mín störf, mín iðnaðarmenn, annað sem við erum að vinna í húsinu og bara hvernig í veröldinni við eigum að komast að, hvernig fólki okkar á að fá bílastæði, þeirra aðstandendur, hvernig þessu háttað svona út frá Fannborg 8 séð. Takk. Mjög gott. Helga var að spyrja runni sorphirðuna. Hvernig á að standa því fæðinu? Já, mér langaði aðeins að heyra kannski bara, ertu að hugsa sorphirða á framkvæmdatíma eða sorphirða eftir? Bæði. Já. Nú veit ég ekki hvort þú séu með skýringamyndir sem sýna þetta. Þú getur hins mögulega sýnt þetta á framkvæmdatímanum? Já, klálega. Það var á myndunum sem ég sýndi áðan, veit ekki hvort við höfum tíma til þess að fletta aftur í það. En það við höfum gert greiningurinn á því hvar þarf að sækja sorp. Við getum til dæmis bara að fara á það sem þessar grænu örvar. Grænu örvarnir í rauninni tákna hvort tveggja, sorphirðu og akstursþjónustu fyrir fatlaða og hreyfihamlaða. Þannig að þetta svona, já, það hefur verið gerð skoðun á þessu til þess að komast að sorpi.
Þarna á þessari mynd sýnist mér reynda að vanta ör sem að svona vísar inn í geislagarðinn, þar sem eru sorphaugarnir líka. En þær eru nú á annarri mynd. Vel að merkja þarna vel að merkja að það er hins vegar þunga takmörkun á geislagarðinum. Þannig að við erum væntanlega ekki að fara með stór ökutæki þar inn í dag og engin breyting þar á í sjálfu sér. Þannig að þetta er þá meiri gönguleið þarna sem er sýnd að sorpi. En jú, í stuttu máli við höfum verið að fylgjast með þessi sorpmálum fyrir öll þessi hús sem að framkvæmdin snertir. Varðandi eftir framkvæmd? Já, það er náttúrulega verið að gera breytingar eins og þú nefndir á geislagarðinum og koma fyrir djúpgámum og það er gert ráð fyrir auðvitað sorphirðu fyrir nýbyggingarnar og því er hagað þannig að sorp er þá sótt líka. Eftir sömu leið og þetta auðvitað verða svæðin þarna almenningsrými, þetta verða gönguleiðir og hjólaleiðir en það verður heimilt fyrir sorpbíla til að aka þarna og auðvitað neyðarbíla líka og sækja sorp. Slökkviliðsbílar, það eru þessar rauðu örvar sem við sjáum þarna en það er í sjálfu sér óbreytt að við erum ekki að fara með körfubíla slökkviliðs þung ökutæki inn í geislagarðinn. Það er 5 tonna þungatakmörkun inn í hann. Ég ætla að biðja ykkur, netheimar heyri ekki úr sal, þannig að spyrja þegar þið eru með mikrofónin, bara rétt upp hönd, þannig að það verður lítið mál. Ég ætla að halda áfram út af Elín hafi með svalirnar, hefur áhyggjur af í rauninni á framkvæmdatíma. Hún vil fá að vita af hverjum á að læra á svona uppbyggingarsvæðum, bara þannig að hún geti fylgst með hvernig verður það í staðið. Og svo var hún með orð dagsins klappalosun og sprengingar verður staðið að því. Þannig að er það þú Ásthildur sem... Já, fyrst og fremst kannski á hverjum við höfum að læra. Það er kannski, við höfum skoðað svona þéttingaverkefni erlendis frá og við erum að skoða, við höfum líka að skoða verkefni í Reykjavík og það er bara mjög mikilvægt að upplýsa og það er auðvitað, þetta er óneitanlega rask eins og hefur fram hefur komið en það er náttúrulega við höfum skoðað verkefni í Kaupmannahöfn til dæmis, miðbæ Kaupmannahafnar, hvernig að því hefur verið staðið og munum reyna að fylgja góðum ráðum bara hvenar auðvitað er eins og þú bendir á, svalir bara alveg við, þetta verður rask en ég fékk spurningalista frá þér, sendan og ég mun svara honum bara lið fyrir lið þannig að þú fáir öll þau svör sem að þú vilt og ef þú hefur fleiri eftir að þú fær, já, akkurat þennan. Já, ég skal bara svara þér, hann er móttekinn og ég svara honum lið fyrir lið. Og ef þú hefur fleiri, þá lætur mig vita. Varðandi klapparlosunina, þá er það að losa klöpp í rauninni. Þetta er bara í jarðvinnu að grafa niður bara í greftri og þetta er, þegar maður losar klöppina, þá er það yfirleitt með fleygun eða sprengingum. Og fleygunin er mjög hávaðasöm og getur verið náttúrulega bara svona allan daginn en það verða takmörkanir hvenar má fleyga og hvenar má sprengja og fyrir hverja sprengingu en á traðareit eystri þá voru sprengingar þar með minnir að það verið klukkan 10 og 3, 2 á dag í einhvern tíma, í einhvern tíma en það er bara mikilvægt að upplýsa þetta og það verður svo sannarlega gert á upplýsingasífunni, dreifibréf þannig að það verða allir látnir vita. Svo var það Jóhanna Lúísa, var þetta bara hvað á að gera við öll bílastæðin við Gjábakka á meðan framkvæmdum stendur, hvernig á að koma af stað? Já, bílastæðin við Gjábakka, já. Já, það er náttúrulega alveg ljóst að bílastæðum á þessu svæði mun fækka. Þessi bílastæði færast auðvitað einhverju leyti inn í bílastæðakjallaranna
það verða færri bílastæði á framkvæmdatímanum en eftir að framkvæmdunum lýkur. Það verður líka breytt fyrirkomulag bílastæða sem mun gera það að verkum að hvað ég var að segja, sá fjöldi þeirra bílastæði sem nýttur af öðrum en þeim sem búa og starfa á svæðinu, að þau losna. Af því að þarna verður ekki lengur fólk að geyma bíla í ókeypis bílastæðum. Þetta allt fólk sem vinnur bara í næstu húsum við Já. hliðina á. Það ekki annars staðar bílastæði nema bara uppi, þau náttúrulega hverfa. Já, sko, þau eru færri neðanjarðar. Það kemur hérna bílastæðakjallari á 2 hæðum. Þannig að efra planið í raun og veru fært neðanjarðar. En svo verðum við líka að hafa í huga að þetta svæði sem liggur upp að samgöngu á höfuðborgarsvæðisins og það gert ráð fyrir breyttum ferðavenjum. Og þarna verða og eru góðar almenningssamgöngur, það verða góðar hjólatengingar, þannig að það ekkert ólíklegt að fólk velji sér aðra ferðamáta. Afsakið, það ekki samtal úr sal, það míkrafóninn sem ræður orðinu. Það loka, Kristín var að spyrja Fannborg 8 og bara hvernig eiga íbúar þar að í rauninni hvar að leggja svolítið svipuð spurningum eins og Jón Ólafur var með. Já, svolítið svona svipuðu meiri. Við höfum ekki greint nákvæmlega eða hólfa niður í þessum áætlunum sem við höfum unnið hingað til. Við höfum ekki hólfa niður nákvæmlega hvaða bygging fær hvaða stæði eða hversu mörg stæði. Ég reikna með að það sé þó eitthvað síðari tíma ákvörðun að gera eitthvað slíkt. Hins vegar meðan á framkvæmdin stendur þá eins og þú sagðir fækkun á stæðum og þessi fækkun dálítið mismunandi eftir fösum. Það sem að fækkun er mest að þá ákveðnar mótvægisaðgerðir sem við erum að benda á, bílastæði svona í nágrenninu sem að koma að einhverju leyti til móts við þetta. Hins vegar kannski líka af því þú myndist á Gjábakkahúsið og saknaði meiri umfjöllunar það, að þá, jú, hefum kannski getað gert það en það verður hins vegar kynningafundur veit ég þar núna á fimmtudaginn. Það sem við munum þá fara ítarlegar yfir akkurat þau atriði sem að snerta þá byggingu sérstaklega. Þannig ég vona að það, já, við getum þá svarað frekari spurningum þar varðandi það hús. Ok, þá byrjum við næst. Jón Gestur með eina bíl, já, ég ætla að taka fleiri. 2, 3, Tryggvi, þú farið að koma á næstu. Já, ég fékk nú ekki bæjarstjórann til að svara mér með það, af hverju hún svaraði ekki 26 tölvupóstum frá okkur, hún á það kannski eftir. Svo langaði mig til að taka undir málið með Gjábakka. Það var byggja samsvarandi 14 hæða turn, 12 metra frá aðaldýrum Gjábakka 8. Við getum bara rétt ímyndað okkur hvernig aðgengið verður fyrir þetta fólk á verktímanum. Þetta jafnlangt og meðal strætisvagn. Þið segir 12 hæðir en vegna lofthæðar og 2 neðstu hæðunum var samsvarar þetta nánast 14 hæðum. Þetta náttúrulega algjör geðbilun. Og í sambandi við svar áðan að Kópavogsbær, alveg gagnstætt því sem ég með loforð frá Ármanni, að það verði við og Kópavogsbær sem veljum úttektarmann saman. Að þá alltaf við treystum ekki Kópavogsbæ. Það bara alveg ljóst. Þið eru búin að svíkja okkur á allan hátt, þið svarið ekki tölvupóstum, þið hafið ekki haft eitt einasta samráð við okkur. Ásdís sagði við okkur korteri fyrir kosningar á fundi með Öryrkjabandalaginu, við úti í Kársnesskóla, að nú blöstu við nýjir tímar. Nú þið öllum póstum svarað, samráð við íbúa, engar framkvæmdir, ekki farið í neina framkvæmdir nema í samtali við íbúa og hvað var gert? Það var bara skellt á okkur, bara beiðni til byggingafulltrúa að fara að byrja og þau byrjuðu að rífa tré. Eftir því sem yfirverkstjórinn sagði mér, þá byrjuðu að rífa tré fyrir utan Fannborg 2. Áður deiliskipulagið var samþykkt núna, eða biðjum byggingarleyfi og síðan átti að fara að rífa strax fyrir mánuði síðan innan Fannborg 2. Þessi verkstjóri sagði mér að síðan á ég að fara beint yfir á traðareitinn og byrja að höggva niður skóginn. Býtu, hvar var samtalið, Ásdís? Ég meina þetta svo forhert allt saman að halda okkur í gíslingu í óseldum íbúðum. Ég búinn að gera núna á 4 árum 3 sinnum tilboð í þjónustuíbúð og síðast núna í síðustu viku. Málin tekið mjög vel, þetta yfirleitt fyrir 60 ára og eldri og þegar fasteignasalarnir heyra hvar íbúðin mín
þá er bara nei takk, þetta kemur ekki til greina. Við tökum ekki óseljanlega íbúð inn í keðjuna. Því ef fólk á ekki íbúð, orðið 60 ára, þá eignast hann aldrei. En ég ætla að vona að Ásdís svari þessu. Hún hlýtur að vera ábyrg fyrir því að brjóta 25 sinnum stjórnsýslu á okkur með að svara okkur ekki. Takk fyrir. Já, takk fyrir þennan fund. Ég heiti Margrét og ég er nú mjög áhugasöm að hafa mannlífsása í sveitafélaginu mínu, helst sem flesta. Ég hef hins vegar alveg staðið fyrir framan Krónuna í Hamraborg og ég veit að þar skína aldrei sól og það er alltaf rok. Og þess vegna finnst mér svo undarlegt að hafa þá mannlífsár sinn alveg nákvæmlega eins og heila svona verstu aðstæður í þessu sveitafélagi fyrir Homo sapiens. Hefur engum dottið í huga að hugsa þetta upp á nýtt? Og svo var hér. Ég heiti Arnór, ég bý í Hamraborg 34, 4B, þannig að ég hef útsýnið beint þar sem allar framkvæmdendar verða, til hægri Fannborg 2, til vinstri Traðareiturinn. Ég hef núna verið að kíkja í þetta mál hjá bænum, nýfluttur í Kópavog en ólst upp í Mosó, þurfti að líta á bæinn minn, fara í gegnum álíka breytingu með nýja miðbæinn sem varð aldrei neitt miðbær, af því að hann er bara ljótur. En núna sé ég sama stíl af byggingum á að rísa hér og ég hef séð á 7 árum hefur enginn spurt fólkið sem býr hérna í nágrenninu og þarf að horfa á þetta út sína glugga. Hvernig útsýni það fólk vill? Hvernig það fólk vill búa? Sumir, ég veit að þetta er smekksatriði, auðvitað, sumir eru ánægðir með þetta og að hafa góðan miðbæ er alveg gott. En eins og var minnst á hérna með fólk sem býr í Hamraborg og er með börn, þetta fólk vill svolítið ráða umhverfinu sem börnin sín alast upp í og þau hafa ekki fengið neitt séns til að segja svona hvernig það umhverfi á að vera. Er það eitthvað planað eða er það bara alveg útkláð að þetta mun líta svona út með einhvern glerturn og einhverjar hvítar kassalagaðar byggingar eins og núna rísa alls staðar í Reykjavík og í Mosó og enginn vill búa í eða nálægt. Ásdís, ætlar þú að taka spurningarnar hans Jóns Gests? Já, ég skal gera það. Já, takk fyrir þetta, Jón Gestur. Það er vissulega rétt að við lögðum ríka áherslu á það að það er mikilvægt að við eigum samtal við íbúa. Ekki bara í snýra skipulagsmálum, heldur bara öll málefni sem snerta sveitafélagið. Hins vegar í þessu tiltekna máli, og ég kom inn á þetta í erindinu mínu áðan, að það sem af er þessu kjörtímabili hafa uppbyggingar aðilar verið að undirbúa framkvæmdirnar, hanna húsin og svo framvegis. Við mátum það sem svo, við höfðum ekkert í höndunum til að halda upplýsingafund. Við viljum heldur ekki að það myndist einhver upplýsingaóreiða. Þannig að okkar mat var á meðan uppbyggingar aðilar hafa ekki komið með gögn til okkar sem að við höfum eitthvað til að rýna, að þá væri ekki sniðugt eða skynsamlegt að halda upplýsingafund. Þess vegna erum við núna að halda þennan upplýsingafund af því að við erum komin í ákveðin fasa og framundan verða reglulega upplýsingafundir í öllum fösunum sem og líka við verðum með heimasíðu, við verðum með netföng sem þið getið sendt inn ábendingar eða spurningar. Mögulega eru kannski ekki allir sáttir við það að við höfum ekki haldið þennan upplýsingafund fyrr. En þið verðið þó að virða það við okkur að við vildum heldur ekki skapa einhverja upplýsingaóreiðu. Það er svo mikilvægt að við séum bara með réttu gögnin og við séum að ræða málin á sömu forsendum. En bara
svo sannarlega er ég boðin og búin líka að hitta þig, Jón Gestur. Ég verð að segja það, ég hitti húsfélagið í Fannborg hér daginn og það var mjög góður fundur. Þar fann ég að húsfélagið og forsvarsmenn þess voru með spurningar sem við gátum alveg svarað og mögulega hefðu við átt að vera með þann fund fyrr. En það breytir þó ekki því að þessi upplýsingafundur hér í dag erum við að halda vegna þess að við erum komin í ákveðin fasa og framundan verður reglulegt samtal við íbúa. Við verðum með upplýsingar, við munum uppfæra allar kynningar okkar verða á þessari miðbæjarsíðu sem við erum að setja upp núna, spurt og svarað og líka að þið getið sendt inn ábendingar og athugasemdir. Takk. Það fyrir svaraði ekki tölvupóstum. Eru tvær spurningar sem ég ætla að fá að sláðum aðeins saman hjá Margréti og Arnóri. Við vorum með mannlífsásana, fyrst hver væri að hanna og getum við bara varðandi væntingastjórnun, er hægt að hafa áhrif á áframhaldandi hönnun á torgum og ýmislegt annað og svo líka í rauninni það sem Arnór talar bara varðandi útsýni úr íbúðunum sem nú þegar er einhver tækifæri til þess að hafa áhrif. Á útlit húsana? Já, og útsýnið væntanlega. Einmitt. Ég ætla aðeins að fá að fletta tilbaka hérna. Það er vissulega rétt, það varst þú Margrét, já, það er vissulega rétt að mannlífsásinn, hann liggur samsíða Hamraborginni og hann liggur sem sagt austur-vestur, eins og Laugavegurinn til dæmis líka, en það er hins vegar ekki þannig að það skapist ekki sólrík og skjólgóð svæði þó svo að göngugötur liggi í þessa átt. Í skipulagsferlinu vorum við mjög meðvituð þetta. Digranesvegurinn sem er mjög sólríkur, hann liggur líka austur-vestur og í ferlinu var, nú er ég orðin pínu ringlu hvert ég er komin hérna, er ég komin í kynninguna mína? Má ég sjá. En það er sem sagt leitast við að skapa dvalarsvæði og þá leiksvæði, svona útisvæði og torg á þeim stöðum þar sem er sól. Það verður ekki sól á öllum mannlífsásnum alltaf. Það er alveg klárt. En það skapast skjólrík og sólrík svæði og við þekkjum það alveg hérna í Hamraborginni. Það eru vasir hérna inn á milli þó svo þessi vindasamt stundum á sumum svæðum og skuggi á einhverjum svæðum líka. Það eru góðir staðir og það eru þeir staðir sem við höfum hort á eins og til dæmis torgið í Hamraborginni sem bæjarstjóri var að nefna hérna Hamratorg. Það er gott svæði í dag en það er mjög lítið af því að stærstu hluti svæðisins er nýttur sem bílastæði og þetta er staður sem við viljum lyfta svolítið upp og stækka og skapa mjög gott, stórt, sólríkt svæði. Svarar þetta á spurningunni? Ég trúi það bara ekki þegar ég er komið hérna. Maður veit alveg, við þekkjum þetta svæði, við vitum hvað kemur sól bara eftir og það mun aldrei neitt blómin þarna sér til skemmtunar. Nei, þetta er svona eins og ég segi, þetta er gönguleið, þetta er samgöngutenging, þarna verður auðvitað verslun og þjónusta í boði þannig að það er alveg viðbúið að fólk eigi eftir að sækja það þarna alveg eins og fólk gerir í Hamraborg þó það sé alveg stundum pínu strekkingur sko, en þetta er allt eitthvað sem er verið að vinna með og verður unni með áfram í landslagshönnuninni. Og hafa gestir, íbúar, hagaðalar, tækifæri að koma með ábendingar útfærslur? Við viljum fá allar ábendingar. Mjög gjarnan og sérstaklega þar sem að þetta er svæði sem er ekki fullhannað, þess að almenningsrýmin. Varðandi útlit húsana og áhrif á útlit húsana þá er ekki verið að gera ráð fyrir glerbyggingum eða hvítum kössum. Það er vissulega hvít bygging hérna en það er fjölbreytt, gert ráð fyrir fjölbreyttu litavali og í byggingaráformunum
Þau eru öll aðgengileg og hægt að skoða þau inn á upplýsingasíðunni þarna miðbær.kópavogur.is og það er hægt að skoða hvernig efnisval er þetta sem er verið að leggja til. Það er ekki verið að leggja til sléttar álplötur, það er verið að leggja til fíbersementplötur, það eru plötur sem henta betur á svona svæði og í mismunandi litum og það er gerð mjög góð grein fyrir bæði áferð og litavali. Þannig ég hvet ykkur til að skoða það. Gott. Var þetta komið? Þetta var komið hjá þér. Sko, nú eigum við nákvæmlega 9 mínútur eftir að taka einn umgang. Tryggvi var einn og það eru 2 þarna. Ok, sko, tökum byrjum þarna Tryggvi. Þú varst búinn að bíða. Halló? Já, takk fyrir að fá orðið aftur. Ég vil bara fylgja eftir þessu með fráveitumálið. Það er margt fleira sem ég langaði til að segja. Þú útskýrði að þetta sé talsverð framkvæmd, ef ég skilji þig rétt, en svarið var svolítið þetta reddast. Er ekki eðlilegt þegar verið að gera framkvæmda áætlun og fasa, að það komi fram í hvaða fasa eru fráveitumálinu, hvert ársvega þeirra framkvæmda vegna þess að ég ger ráð fyrir að það hafi áhrif bæði til norðurs og suðurs eða aðra hvora áttina minnstu kosti. Bara við þurfum að fá alla framkvæmdina fram svo þetta skýrir sig hvað verður í gangi þarna næstu árum. Ég held að það verið næst aftast, var það ekki? Já, þarna. Já. Gott kvöld. Ég heiti Eyrún og er Kópavogsbúi. Þakka fyrir þennan upplýsingafund, hann var mjög þarfur og mér persónulega líst nú ekkert agalega vel á þessar framkvæmdir en mér þykir gott að þessi upplýsingafundur hafi farið fram og það hefur verið talað að upplýsingaflæði hafi verið gott til íbúa og það hafi verið send dreifibréf í hús og haft gott samráð við íbúa og þetta sagði bæjarstjóri að ég held að hún vilji að fari fram hér í Kópavogi, þar sem framkvæmdir eru. Má ég koma með spurninguna? Ok. Þannig að ég bý í Smárahverfinu í Kópavogi og fyrir framan gluggana hjá okkur ætlar Garðabær að reisa heilt hverfi af háum fjölbýlishúsum og alls konar, ég veit ekki hvers konar, ég veit að víst reyndar, alls konar sem á að fara þar fram fyrir framan stofugluggana hjá okkur. Við höfum engan upplýsingafund fengið, við höfum engar upplýsingar yfir höfuð fengið frá Kópavogsbæ, við höfum engin dreifibréf fengið, við höfum enga grenndarkynningu fengið, það hefur nákvæmlega ekki komið stafur frá bæjarstjórn Kópavogs til okkar íbúa það sem Garðabær ætlar að gera fyrir framan gluggana hjá okkur. Og ég vil fá ég vil fá svar við því hvers vegna við höfum ekkert fengið að vita frá Kópavogsbær. Garðabær hefur staðið sig vel á okkar mati með sína 4 fundi til íbúa sem við höfum sótt og ég vil gjarnan fá svar frá ykkur og hvenær fáum við eitthvað að vita frá Kópavogsbæ. Spurningin komin, nú verðum við að vera mjög stutt. Herramaðurinn aftast, hann var næstur. Sæl, Kjartan heiti ég. Takk fyrir góðan upplýsingafund. Það hafa komið nokkrar spurningar varðandi Hamraborg og fólk svona hvatt til að vera með ábendingar. Ég er nú sammála konunni með mannlífsásinn og rokið og allt það. En svo vil ég líka bara benda á að í dag eru rekin 2 spilavíti í Hamraborg og það er ekkert gert við því.
Það er barnaskóli nokkur hundruð metra frá þessum spilavítum. Það eru börn þar sem að sækja í Hamraborg, í búð og annað og bakari. Og mig langar til að spyrja, eru einhverjar áætlanir um það hvaða atvinnustarfsemi verður þarna í þessum húsum á neðstu hæðum? Okay. Í bláa, með silfurhærið í bláu. Já, ég heiti Sigríður og ég er í Hamraborg 32. Mér langar bara að koma með svona einfalda spurningu í raun og veru. Finnst ykkur þetta ekkert mikið byggingamagn, háar byggingar og þéttbyggð? Ein spurning, þú fari á, og síðan í rauninni verðum við að segja búið svo við... Þú ert búin að fá 4, við verðum að leyfa... Er ég örugglega næstur? Þú ert allar að koma með mikrofón. Já, takk fyrir. Sævar heiti ég, ég er formaður hérna húsfélagsins Hamraborg 10, sko. Og spurningin mín til bæjarstjórnar er svo að nú þegar þeir keyptu þessi afgjötu menn þessa kofa þarna uppi, sem var ekkert þarna uppi, Hamraborg 2 til dæmis, þá fengu þeir það niðurfelling á fasteignagjöldum, það var fært niður í byggingarstig 3, sko, þannig að þetta var eitthvað tíka fasteignagjöld sem voru eftir. Nú er þetta alveg borðleggjandi, þessi atvinnuhúsnæði Hamraborg 10 og 12, að þeirra verið að fara að dúndra þarna, ekki klappar að losa þetta dúndra, kölluðu það tæknimennir, að þá er ekki þetta að vinna í þessum húsum. Og hvort að bæjarstjórnin hafi tékkað á því hvort við fengjum ekki skalis er fasteignamatið, eða fasteignagjaldflokkin í þessum fasteignagjöldum, eða fasteignamatið reyndar fært niður á byggingarstig 3 sem sé fókelt. Það verður ekkert með fókelt, það getur engin unnið þarna. Takk. Heyrðu, þá Ásthildur, Tryggvi var með spurningu heildarframkvæmdina, upplýsingar áhrifasvæði og ýmislegt annað. Fráveituna? Halló. Já, varðandi fráveituna, þá lagnahönnun í fullum gangi, hún er svona nokkuð vel á veg komin. Og það er ekki hægt ég get ekki svarað heildarlausninni akkurat núna, en það er bara í gangi heildarhönnun á lögnum. Og það snýr að fráveitu og heitu, köldu og rafmagni. Þú tekið í áætlunum fasaskiptingu? Já. Þetta mest í jarðvinnufasanum, lagnir í jörðu, þetta framalega í ferlinu og verður auðvitað þurfa allar lagnir að vera í virkni á meðan framkvæmdatíma stendur, en mesta raskið á lögnum, eða á framkvæmdir á lögnum verður í jarðvinnufasanum. Svo ætla ég að biðja Ásdísi að svara Eyrúnu þó að við séum í rauninu út fyrir upplýsingafundin hvað ætlar á að vera einhverjir kynningafundir uppbyggingunni í Garðabæ fyrir Kópavogsbúa. Við ætlum bara að biðja að fá þetta erindi kannski bara sent til okkar og þá verður því svarað. Já. Þannig að við náum að halda þessum fundi svona utanum miðbæinn. Ok, og þá Þetta auðvitað mál sem á forræði Garðabæjar og Kópavogsbær hefur gert athugasemdir og umsagnir þetta mál á öllum stigum málsins. Það í raun og veru þannig sem Kópavogsbær svarar Garðabæ, en það Garðabæjar, landið liggur í Garðabæ, það Garðabæjar að halda utan þessa upplýsingafundi. Íbúar að sjálfsögðu velkomnir að snúa sér til sveitarfélagsins ef það óskað eftir nánari upplýsingum, en Kópavogsbær heldur auðvitað ekki upplýsingafundi skipulagsmál í Garðabæ. Mjög gott, við þurfum að flýta okkur. Kjartan var að spurði hvers konar atvinnustarfsemi yrði í nýjum miðbæ. Já, sko það ekki búið að gera neitt plan atvinnustarfsemi í Hamraborginni. Hver var það sem spurði hérna? Nú ég búin að tapa þess aftur. Já, það varst þú, einmitt, já. En þetta eitthvað sem við höfum svolítið haft á dagskráni hjá okkur. Hefum gert þetta fyrir önnur svæði, einmitt að leggja strategíu, og þetta hefur Reykjavíkurborg líka gert með árangri á sumum stöðum, að leggja strategíu fyrir hvers konar atvinnustarfsemi og setja skilyrði það, hvers konar atvinnustarfsemi á að vera, af því að það engin þörf á fleiri spilavítum í Hamraborg, það alveg ljóst.
Ok, og síðan var Sigríður, hún var með spurninguna, þetta ekki svolítið mikið byggingamagn? Og það verður í raun og veru bara að sjálfsögðu þetta mikið byggingamagn. Við erum á þróunarsvæði, við erum á miðsvæði, við erum í miðborg Kópavogs. Hér liggjum við upp að kjarnastöð borgarlínu og í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Það gert ráð fyrir ákveðnu nýtingarhlutfalli og sem að við erum í raun og veru aðeins undir. En þetta stefna höfuðborgarsvæðisins fyrir þessi svæði. En ég tek alveg undir það, auðvitað þetta mikið byggingamagn. Nú klukkan orðin 7 og nú klukkan orðin Bæjarstjórnin að hunsa lögin sem voru sett í stjórnartíðindi fyrir 3 vikum síðan, 25 metra regla. Við sýnum okkur endalaust alltaf eftir. Það ég ætla að þakka fyrir klukkan orðin 7. Ég búinn að lengja fundinn hálftíma. Það búið. Ég skal bara svara þessu. Það verða engar reglur hunsaðar, engin lög hunsuð, það verður farið eftir öllum lögum og reglum. Já, en það verður, þegar byggingarleyfi verður veitt, verður farið eftir öllum lögum og reglum. Áður en þið farið, þá vil ég samt fá að þakka kærlega fyrir, þetta voru mjög góðar umræður, alls konar spurningar, það klárlega mikið af áhyggjum og ég hvet ykkur til að skoða þessa nýju vefsíðu og þar líka hægt að koma inn spurningum sem þið komið ekki að núna í sal. Takk fyrir góðan fund.